Jæja, heyriði í mér, heyriði í mér. Þetta nú meira. Komið upp sæl og blessu, við ætlum að byrja þetta bara alveg upp á nýtt. Taka tvö. Við erum mættir hérna, ég, Brynjar Schutt og Valgeir Hugi Heldursson heiti ég. Valgeir Hugi Heldursson. Við erum hérna fyrir Fuel Cut í dag, ætlum að sýna ykkur frá mótur snjókrossinu sem framfer í Hlíðarfelli. Þetta er 4. og síðasta umferðin í Íslandsmótinu í snjókrossi. Fullt af svittum ökuþórum og allir klárir í að taka síðasta mótið undir hendina með sér heim. Eins og ég sagði hann, þetta er mótur snjókrossi. Útsendingin átt að byrja klukkan 11. Fyrsta hít er hvað? 12. Og strákarnir eru búin að vera að keyra hérna upphitunarhringi og tímatökur í morgun og eru svona búin að reyna að ná smá tökum á brautinni. Lofa bara góðu. Myndatökumennir í dag eru Tómas Karl Benediktsson og Þorvaldur Ingi Schutt og grafíkerinn hjá okkur Eva Björg Óskarsdóttir. Býðumst velur ykkur á hérna þessum teknilegu örðuleikum sem vorum hérna í morgun, en tæknimaðurinn okkar segir mér að þetta hafi verið IP-konflikt, hvað sem það nú þýr. Við skiljum það klálega. Já. Ef við byrjum bara á einhverju vali, hvernig virkar snjókross? Herðu, snjókross virkar þannig að þú setur fullt af keyrurum í sama hring með alls konar stökkpöllum og læti. Það er að keyra í dágóða stund þannig að þeir eru alveg dauðir. Já. Og svo gera þetta þrisvar. Gera það þrisvar? Já, þannig að 3 hít í hverju flokk og samanlögðu stig úr þessum 3 hítum segja til hverju vinnur. Yes. Þetta er Tómas, myndtökumæður þarna. Já. Það er mjög gaman að vera í þessu. Hvernig er þetta? Hvað er ekki nokkru flokkar sem við keyrum í? Jú, þetta er í rauninni 4 flokkar. Keyrðir í, það eru 2 og 2 keyrðir saman. Við keyrum saman byrjendur og úlingaflokk. Yes. Þannig að það var 1 keyrar í úlingaflokk. Hverjir eru að keppa? Segjum bara fólkinu frá hverjir eru að keppa. Já, að fara yfir allan listan. Já, það er bara skemmtilegt. Við getum ekki rent yfir svona spónsana hjá hverjum einum. Já, hjúskaparstöð og svona. Hjúskaparstöð? Herru, þá getum við að byrja á fyrsti keppandi, eini keppandi í úlingaflokk. Það er Alex Þór Einarsson. Númer 523, ekkurum á Articat, svörtum með lit. Hann er einhvers 14 ára, þannig að gífurlega gaman að fá svona unga og skemmtilega stráka í keppni. Eins og við sjáum þetta núna, ég var að setja inn á skjáinn hjá okkur kempandalistan. Já. Hann er þetta neðstur í flokknum vinstra megin. Hann er keyrður eins og sagðir með sport. Hann er keyrður með sportflokk. Já. Og eins og við sjáum þá eru nokkrir í sportflokk, þannig að Alex er ekki að keppa einn. Nei, hann er ekki einn á ferð. Ekki einn á ferð. Nei. En þarna erum við með svona, sportflokk sem er byrjendavænni flokkur. Já. Þannig fullt af strákum sem eru búin að keppa í 1-2 ár eða einhverju sem hafa ekki einu svona keyrt í braut áður. Nei. Þetta er á öllum levelum. Ok. Viltu við renna frekar yfir lista sem er á skjánum, þannig að fólk sé með eða eftir með þetta á blöðunum hérna? Er þetta ekki eftir stafstöðina? Já, ok. En við erum alltaf fyrsta með Ásbjörn Guðlaugsson. Ásbjörn Guðlaugsson, þetta er fyrsta keppnin hans. Hann keppir á 2016 Skítu númer 144 19 ára aldri, kemur frá Akureyri. Næstur er þarna Ásgeir Björn númer 126 21 árs, kemur frá Akureyri. Hann er á Polaris IQ. Mér sýndist að hann var svartur. Þeir reyndar breyta lit bara milli híta, þannig að þeir eru með málningafötuna á lofti. Já, það er extreme makeover á milli. Já, alls konar. Svo erum við með Axel Darri Þórhaldsson. Hann er í augnablikinu annar til stiga í Íslandsmeistara. Ok, magnað. Hann var 3. í fyrstu umferð og annar í annar og 3. umferð. Ok, er að koma beittur inn. Er að koma beittur inn. Þetta er, hann er á 9. sleða, hann er á 9. 2020 Skítu. Gírulega flottur og hraður keyrari, búinn að fara mikið fram. Svo erum við með Birgir Ingvarsson. Þetta er líka hans fyrsta keppni ef ég er ekki að fara með neitt rámt. Hann er númer 585, er á 2008 Skítu, 18 ára frá Ólafsfirði. Svo erum við með Bjarka Jóhanns. Hann er, þið ættu frekar að
ættu að horfa á hann í dag. Hann fyrstur til stiga í Íslandsmeistarakeppninni. Sonur Jóa Eysteins, ef einhver þekkir hann. Einhver sem fæddur fyrir stríð, kannski kannast við hann. Mikið rétt. Hann búinn að vinna allar 3 keppnir sem búin að vera í vetur. Og gífurlegur flottur keyrari, fyrsta árið hans í snowcrossi. Hann á sleðanum hans Baldvin Gunnars, ef einhverjir eru fæddir eftir stríð. Nú, býtu, keyrar á sama sleðanum? Já, þeir keyra á sama sleðanum. Ok. Baldvin Gunnars náttúrulega í Pro Open. Baldvin í Pro Open, en Bjarki fekk sleðan hans lánaðan til þess að sigra byrjandólokk. Já, auðvitað. Nice. Baldvin gömul hetja. Já. Hann náttúrulega byrjaði að keppa. Tölum Baldvin á eftir bara. Tölum Baldvin á eftir. Já, svo erum við með Einar Geirs, hann aldursforsetinn okkar í dag. Hann 49 ára aldri, þannig að þetta er sport fyrir alla. Býtu við, hvað segirðu? Hver þetta segirðu? Einar Geirsson. Einar Geirsson? Það Einar Röpp? Það Einar Röpp, segðu til. Yes, eigandi Röpp. ACG. Það ekkert annað. Formaður eða eigandi, hvað sagðirðu? K6 veitingar. Yes. Sem hinn ýmsu fyrirtæki. Röpp 23 bauð til Sushi-korni pizzasmiðjan. Já, sir. Nú að plugga þetta allt saman. Ekki gleyma þess að þetta mótul snowcrossið. Þetta mótul snowcrossið. Við förum við sponsorna okkar á eftir. Já, förum við þá eftir. En já, Einar Geirs, hann á 800 links, 49 ára frá Hrafnagili. Skemmtilegur keppandi, gífurlega skemmtilegur. Svo erum við með annan Elvarinn, hann heitir með þessi Elvar Örn og Axelsson. Hann komið á Polaris IQ, númer 603. Þetta hans, já, þetta þá 3. keppni, hann kom inn á Sauðárkrók síðustu helgi. Alright. Flottur keyrari á framtíðina fyrir sér. Já. Svo erum við með annan Elvar Örn, það Elvar Örn Jóhannsson. Hann 3. til Íslandsmeistara, eins og stendur. Í harði baráttu við Axel Þorvaldsson annarsætið. Alright. Einhver á 2012 IQ, 27 ára. Skemmtilegur keyrari. Svo erum við með Halldór Geir Hafþórsson. Ég reyndar ekki með númerið á honum, ég glemdi að taka það niður. Já. En hann hérna, mættur. Sá ég, ásamt með Ívan Geir, hann komið á Polaris IQ. Ég ekki heldur með númerið á honum. Við erum ekki að sjá þetta. Það alltaf. Allavega. Svo erum við með Kjartan Hjaltason. Hann eini Dalvíkingunni sem að keppa í dag. Ok. Einhverjum á 2005 Polaris IQ, sponsor af Rooftop Racing. Nei. Skemmtilegur keyrari. Síðan Kristófur Logi. Þetta hans fyrsta keppni. Hann fekk starfslegan með bróður sínum, Ívar Má, sem að keppa í Pro Open og ætlar að sýna stóra bróður hvernig þetta gert. Ok. Svo erum við Tómas Orra. Hann komið á 2017 IQ sem það var tekið upp mótorinn í nótt. Nei. Er þetta alltaf eitthvað vesen? Þetta áða til að vera pínu vesen. En þetta enda bara vesen ef þú gerir þetta vesenni. Erum við það, veitu, hústi, ok, já. Ég opnaði Snap einhvern tímann í morgun og þá voru þeir að klára að setja mótorinn saman klukkan 3 í nótt eða eitthvað. Svona eðlilegt bara. Svona eðlilegt, þannig sjáum til hvað hann endist. Já. Síðan Tryggvi Steinn, þetta hans fyrsta keppni. Hann keyrir á 2008 800 IQ. Ok. Hvað hann sé að fara að opna fyrir því? Hann og Einar alltaf saman. Allavega. Einar Gunnlaugsson. Ja, Einar Gunnlaugsson sjá þetta. Nei, sælir. Síðan erum við með Viðar Freyr, númer 795. Hann keyrir 600 Articat. Og síðast en ekki síst Þórhallur Kristinn. Hann númer 516. Fékk lánaðans 2008 Articat. Bittu nú við. Jæja. Hann að keppa fyrsta skipti líka? Hann að keppa fyrsta skipti líka. Ok. Ef mér skjáttlast ekki. Það almennilegt maður. Þannig að við erum með þetta stefnir í góða keppni. Mjög góða keppni. Það skemmtilegt. Djöðlar þetta magna. Djöðlar þetta magna. Svo fyrir við í hvað? Prósport? Svo prósport. Hver munurinn á sport og prósport? Já, það eru bara hraðar ökumenn og meira aksjón. Meira aksjóni? Aksjóni. En prósport og Pro Open verða keyrðir saman í dag. Þannig að þetta verður pínu... Nú verður það gert saman? Já. Alright. Þannig að þetta verður pínu áhugavert að fylgjast með þessu.
Það verður reyndar, þú þarft þá að sjá það sko. Já, ég ætti að geta þetta á því sundur. En veistu af hverju eru kerið saman? Það einfallega því að það eru bara 3 sem að mættu í Pro Open flokk. Ok. Það sem að Dagbjartur fjarri góðu ganni. Nú, já, ok. En þannig að þeir ákveða að keyra Pro Open með Pro Sport, sem að verður gífurlega gaman af því að það eru margir Pro Sport keyrara sem eiga klárlega heima í Pro Open. Já. Og sjáum það vonandi á næsta ári. Akkurat. En í Pro Sport, þar erum við með Ármann Örn, nummer 162. Það gömul hetja, gammal landsliðsmaður í snowcrossi. Alright. Og búinn að keppa lengi. Hann að keppa fyrir G-Machine Racing Team. Ármann náttúrulega með, það þekkja hann örugglega nokkri sem Enduro snapparan. Jú, Enduro kóngurinn. Búinn að gjörsamlega vera á Enduro snappari í 3 ára eða eitthvað. Hann alveg allir í þessu, hann búinn að keppa í öllum mannskottunum bara síðan ég veit ekki hvenær. Já. Hann var örugglega að keppa á gullaldar-árunum eins og við talaðum í ferðabandaspjallinu þegar kringu 2005, 6, 7 þá hann að keppa. Jú, hann kemur með þarna inn og bróðir hans, Sæþór, var náttúrulega ægilega góður líka. Jú, mikið rétt. Báði frá, Norðfirði. Mikið rétt. Svo erum við með Bergsveinn Ingvar, númer 610. Hann keyrir þegar það verður svolítið erfitt fyrir ykkur að þekkja þá í sundur. En það eru 2 nákvæmlega eins sleðar með nákvæmlega einu stressaða ökumenn. Ok. Þú verður bara Þú verður bara þýða lúki fyrir okkur? Já. Þeir eru á svörtum skítum merktum Amsoil, sponsaðar af Amsoil báðir, en Bergsveinn já, ég nú ekki alveg kláraði hvort Bergsveinn eða Hákon sé í öðru sæti. Ég held að beggi sé í öðru sæti. Ok. Tíðlandsmeistari í augnablikinu. Svo erum við með Einar Guðlaugsson, ekki Einsi Kaldi. Nei. Jú, mikið rétt. Hann er frá Vopnafirði. Hann á 2020 Polaris 600 mod, pípur og reisgas og læti. Nei. Aðalega læti samt. Númer 217. Svo erum við með, núverandi leiðanda í þessum flokk. Það Einar Sigurðsson. Já, er hann efstur? Hann efstur til stiga. Hann var annar fyrsti? Ég held að hann annar á mjöðinni. Ok, þannig að þetta er samt ekki orðið pottit eða? Nei, algjörlega ekki sko. Hann getur dottið og klúðrar þessi í dag. Ok. En hann númer 671. Svo erum við með Guðmund Hreiðar, númer 931. Hann á Arctic-kettinu sem að Dabbi á og hefði átt að keppa í Pro Open. Já, ok. Fekk hann lána hjá Dabba í dag. Í Dabbi í dag? Það engin Dabbi í dag, en Gummi á sleðanum hans, þannig að þetta allt í lagi. Svo erum við með hinn Amsoil-keyraran, það Hákon Birkir, númer 208. Sonur Gunnar Hákonar, einhver veit hvað það er. Þá erum við aftur komin í þarna einhvern tímann fyrir stríð. Já, akkurat. Nei, kannski ekki alveg, sorry Gunni. Svo er náttúrulega sleggjan. Svo sleggjan, það Stinni, Kristinn Geir Kjartansson. Hann á 2016 IQ mod og alveg helmod. Sögur segja að hann hafi sett nitro-kit í sleðan sinn fyrir þessa keppni bara til þess að ná hóluskotinu. Já, erum við að nota nitro? Ég veit ekki hvort þessi sönnsaga eða hvort þessi bara slúður. Nei. En ég gæti alveg trúa honum til þess að hafa gert það. Þú getur að trúa honum til þess? Já, minnst vandamál. En svo síðast en ekki síst þá Kristofur Danielsson, númer 765. Hann á 2020 IQ mod með pípum. Það er margar pípur í þessum flokk. Já, það getur verið svolítið háaði. Það getur verið pínu háaði. En svona við stöðum konur aðeins inn í þetta. Þið sjáu nöfnin á keyrarunum eins og þarna Kristofur Danielsson, svo kemur Bandstrik BA, það er klúbbur sem að keppi fyrir. Já. Í þess tilfelli er það bílaklúbbur Akureyrar. Áhugavert. Ef það er KK, þá er það Kappakstursklúbbur Akureyrar. Jú. Og svo er þarna MSI, það er bara mótorhjóla og snjósleðasamband Íslands. Yes. Eitthvað svo leis. Já, og svo er það Birgir Ingós, hann er líka BA. Já. Og svo er það UMF Þ, það er eitthvað alls konar. Umferðarmiðstöð Þorláksfjarðar. Já. Nei, ég veit ekki. En allavega, þetta er Kristofur Danielsson er náttúrulega búinn að vera mikið í bíladótinu. Hann er búinn að keppa í mörg ári í alls konar tengt bílunum sko. Jú, mikið rétt. Hann er búinn að vera helviti góður og sigur alls konar gott í bílabransanum. En
færum okkur yfir í Pro Open. Pro Open, það eru stórusleikunar, eða allan á gömlusleikunar. Þar fyrstur á blaði Baldvin Gunnarsson, númer 85. Það gömul hetja og fyrir Íslandsmeistari og hvaðan að eina. Já, hann helviti góður, búinn að keppa ægilega lengi líka. Keppa ægilega lengi. Hann er búinn að keppa, held ég, þá örugglega lengst af, hann ekki búinn að keppa lengst af með það? Já, allavega með lengri mönnum, sko. Hann náttúrulega að keppa, sko, 2004-05 eða eitthvað cirka, sko, þó það var úlingaflokki, sko, á Skítur Ref. Sælir. Já, alveg, það var að keppa við, sko, Adda Tryggva og þá, hérna. Já. Einhvern tíðan rétt eftir aldamót fyrir að vera eitthvað 20 ára síðan. Já, svo tók henni til og keypti sér nýjan skítu fyrir þetta sísón og er að koma sterkur inn, er annar í stigum í Pro Open. Algjörlega fættur í þetta. Algjörlega. En talandi að fættur í þetta, Bjarki Sigurðsson, númer 670, hann er núverandi Íslandsmeistari, núverandi stigameistari, margfaldur Íslandsmeistari, reiðhjólameistari, meistari. Já, hvað á ég að halda lengi áfram? Já, hann er alveg helviti góður, það verður að viðkennast. Já, og það eru klálega sem verður svo Hamilton í formúlunni ef einhver fylgist með því. Já, það verður klálega, hann er klálega sá sem að menni eftir að gunna á. Já, hann, þú veist, ef hann dettur einhverstaðar og er hringa eftir, þá verður það honum samt bara til haps. Já, klálega. Það verður bara betra fyrir hann einhvern veginn. Það snýst allt upp í hann alltaf, hann er alveg ægilega góður. Hann er meistaragóður, sko. Hann er meistaragóður og þið getur bara fylgst með honum. Hann keyrir svo hratt, það er rosalegt. Rosa konstant og flottur, sko. Já, en svo er þarna, ekki Dagbjartur á blaði? Jú, Dagbjartur er þarna, en hann er því miður ekki með okkur í dag. Nei. Hann er, ég sagði, hann er fjarrigóðu ganni, ég held að sé meira prófun eitthvað svoleiðis. Já. Já. Þannig að það er þá ekki meira próf. Það er ekki meira próf, fyrir próf. Ekki það. Þetta meira próf er örugglega dýrara en keppnistímabilið svo að leggur sig. Já, klálega. Hann ætla að sé að forgangsraða. Já, það er eitthvað. Já, getur verið. En svo er Ívar Már Halldórsson, númer 762. Gífurlega góður keyrari. Ívar Halldórsson, já. Hann er náttúrulega svakalugur. Hann lætur þetta vaða. Hann lætur þetta vaða. Hann er ekki hræddur við það. Nei, maður hefur séð, sko, ef þið hafið einhvern séð vídeo á Facebook eða eitthvað ganga þar sem einhver er stökkva alveg ógeðslega hátt og langt, þá er það pottitt vídeo af honum. Já, það er svona 90% líkur á því. Þið bara, svona stegbrettin bara alltaf hann í jörð eftir lendingarnar og svona, hann er alveg hryllilega kaldur og flottur. Já. Svo eru það tveir síðustu. Þetta eru einhver flokkur sem að þið ætlaðu að reyna að keyra en gekk ekki. Já, það var sem sagt áður en að COVID skemmti þetta fyrir okkur þarna í byrjun þegar við ætluðum að halda keppnum daginn. Já. Þá voru tveir snowbike-gæðir búin að skrá sig og ætluðu að mæta og prófa þetta. Já. Sýnist þeir ekki vera enn í dag en hefur verið gaman að sjá þetta og væri gaman að sjá þennan flokk á næsta ári ef einhverjir taka sér til. Já, en hvað er snowbike? Er þetta ekki bara... Þetta er bara motocross-hjól með belti að aftan og skíða framann. Já. Og þetta er farið að vera býsna vinsælt út, eða ekki? Jú, mjög. Það er keppt í þessu í heimsmeistarakeppninni að setja snowcrossin í Bandaríkjunum sem maður fylgist mikið með. Og þetta er mjög stór flokkur. Já. Og þeir keyra hringina alveg jafn hratt á sleðanir. Er það svoleiðis? Það er svoleiðis, sko. Ég ætla að prófa að leita mynda þessu svo við getum sýnt ykkur þetta. Já, gaman að segja því að við fórum á snowcross í Duluth fyrir, þegar það var haldið fyrir 2019 og þá hittum við á hótelinu sem við varum að gista á eitt keppandan í þessum snowbike-flokk og hann var hans að segja okkur frá því hvernig hjólið þetta eru og allavega þarna úti að þá er þetta svona eins og modsleðar voru í gamla daga. Það er engu til sparað. Er það svoleiðis? Það er svoleiðis. Hann sagði okkur nú hvað mótorinn sinn kostaði. Ég þori ekki að segja meira. Það voru einhverjir $2,000 bara í mótorinn. Vá, þetta er illa klikkað. Illa klikkað. Við ætlum að setja þetta í fullscreen hérna og svo skiptum við yfir á þetta hérna. Þetta er tæknin er svakaleg hérna í dag, sko. Herru, nú svissum við yfir á þetta. Ertu tilbúinn? Veitu við? Nei, þetta virkar ekki. Jó, þetta er alltaf koma, veitu. Nú svissum við yfir þetta hérna. 1, 2, 1 og bingo. Og þarna er þetta. Þetta er svona snowbike. Þetta er svona snowbike, sko. Það verður djöðlega gaman að sjá þetta. Það væri djöðu gaman að sjá þetta, sko. Það er ekki gaman að... Hefurðu prófað þetta? Nei, ekki verið svo frægur. Eru þeir á fjórgengisjólum í þessu? Já, mest. Já.
þetta system tekur ægilegan kraft sko. Já, meinar. En þetta er bara búki eins og í vélsleða, ekki? Jú, í rauninni. Eins og við sjáum hérna, einhvern sýndi ykkur hérna að fæða með músinn á skjáin. Jú, hérna, sjáðu búkan hérna. Þetta er bara orðið bara svipast ekki og er í vélsleða, sko. Já, þetta er bara örlítið minn útgáfa af vélsleðabúka. Já, og hérna sjáðu meðan, hérna, karbítana, eru þið 3? Já, einhver ægileg kýlir þarna neðan á þessu. Og þeir eru einhverju stífulum, bara motocross-stífulum með einhverju? Jú. Þetta er bara basically motocross í snjókross. Þetta er bara motocross á snjó. Þetta er flott. Rosalega hefði verið gaman að sjá það að kera hérna. Já, algjörlega, og við vonum að sjá sem flesta á næsta ári. Já. Ef við færum okkur aðeins yfir í brautina. Já. Hvernig er brautin í dag? Brautin er svaðaleg. Þetta er með lengri brautur sem við höfum séð á síðar árum. Ok. Stóri stökkpallar og tvöfaldar beygjur og vúpsar og svona. Já, þannig að hún býður upp á framúrakstur. Hún býður upp á framúrakstur og hún býður upp á að menn láti sleðan að hafa það. Ok. Hvað er svona, þú veist, þegar þú segir að láta hana, þegar brautin er þannig að þú getur látið sleðan hafa það? Já. Ertu hérna, þú veist, hvernig undirbýrðu þig eins og, þú veist, fara hendurnar á þér ekki og lappir og allt í klessu eða þú ert? Jú, algjörlega sko. Þetta tekur pínu á þig, eða pínu úr þér. Maður har alveg séð vídeo sko þegar menn eru búin að rífa upp lóan á sér. Já. Hvað er það sem gerist? Af hverju er það að gerast? Þá bara ertu að vilja það svo mikið. Já, þetta vilja það svo mikið? Nei, þetta eru sleðar sem eru 150 hestafla og svo. Ok. Og allir helneldir, það eru ægilegir járnstöddar þarna neðan í beltinu. Ok. sem að rífa í allt sem að grípur, þannig að þú þarft að halda þig pínu fast. Alright. Og það er bara, þú ert bara að halda þig það fast að það rifnar allt skinnið úr höndunum á þér. Það er svoleiðis. Svona ef þú ert að vilja það mikið. Sure. Það er eitt sem þið getið gert. Það er app inn á App Store sem heitir Speed Hive og er frá MyLaps, held ég. Þá getið þið fylgst með sko tímanum sem allir er að keyra og þið getið fylgst með hvernig hérna, eða þessast úrslitunum og hver er fyrstur og allt það. Ég veit ekki hvernig það mun virka í Pro-Upin og Pro-Sport ef þið er alltaf að keyra þetta saman. Veistu hvernig það virkar það? Nei, ég þekki það ekki. En eins og ef það eru margir í flokki þá náttúrulega bara gerir þetta að verkum að maður veit hver er að keyra hvar sko. Já. Þetta er það mikill munur sko. Algjörlega. En eins og ef þið opnið þetta app og þið eru að búa ykkur til aðganginn á það, þá getið þið skráð eða valið bara All Sports og leitið á Íslandi og þá kemur þetta bara upp sem live event á Íslandi. Já. Þetta er algjör snilt og þetta uppfærist algjörlega jafnóðum. Þannig að ég endilega mæli með því að þið kíkja á þetta. Þetta er algjör snilt að geta fylgst með þessu. Já. Annars eru bara, þú veist, annars er bara gott veður og þetta lítur vel út. Það er örugglega verið að græja brautin eitthvað. Já, hann að skjánum sjáu þið, mér sýnist þetta nú að vera Pétur á þessum tróðar. Já, þetta er hann Pétur Birgisson, hann hefur verið, hvað mest í brautagerðinni hérna hjá okkur og er brautarstjóri. Yes. Hann er þarna eitthvað aðeins að shapea vúpsarkaflan. Spurning hvort þeir hafi haft einhver kommentum með strákarnir eftir tímatökur sem voru hérna aðeins fyrir í dag. Alright. En hver eru spónsarnir okkar í dag? Herðu, spónsarnir okkar í dag? Þú verður að segja það. Ég verður að segja það. Herðu, það ætlaði að nýta með tekníina. Nú setjum við aftur hérna skjáin á sem er hérna útsending hefst klukkan 11. Þegar sjálfsög er þetta náttúrulega ekki rétt. En það er Team 23 sem er að halda þetta með KK, eða ekki? Jú, mikið rétt. Og það er undir MSI. Það er undir MSI. Mótorhjóla og snjósleðasamband Íslands. Já. Á ferð og flugi er að skaffa okkur hérna minibuss til þess að geta sendt ykkur út þessa útsendingu. Já, við sitjum hérna inn í þessari dýrindis karavellu fyrir ægilega velum úr. Já. Svo er Bónstöð Jonna. Já, hann sponsor okkur hérna, hann er búinn að sponsa alla keppninnar í ár. Já. Hann er eitt svo vandvirkasti á allavega norðurhveli Íslands. Já. Og ekki síðast en ekki síst segi ég, er að sjálfsögðu Mótul. Birkir í Mótul og Finnur og Gummi Hannesar. Þeir styrkja snowcross, það er bara svo liðs. Yes. Búin að standaði baki á okkur lengi og í hverju sem við gerum. Já, þetta er alveg ómögulegt að vera að styðja svona þetta. Algjörlega. Við erum að senda þetta út hérna í nafni Fuel Cut. Já, alveg. Sem eru akureyskir sperðilgómar sem eru búin að vera að brassa við alls konar.
sendum út eina torfæru í fyrra, byrjum þannig og erum svona að gera þetta við svona skemmtileg tilefni. En eins og sjáðu, það var ennþá verið að græja brautina og strákarnir fólkið upp í pit. Mér sýnist þarna keppendur að fara nýra að tínast á ráslínu úr pitinum. Hvað er klukkan? Er þetta bara að bresta á? Þetta er bara að bresta á. Klukkan er núna 11:54, þannig að það er mínúti í þetta. Það er bara leis. En já, þannig að sjáum við tínast niður úr pit hérna ýmsu keppendur. Hvað ætli hafi verið? 17 talsins? Ég taldi það nú ekki. Já. Þetta við. En þetta virkar sér þannig að eftir tímatökur að þá, það keyra allir tímatökur í morgun og þá fær þú, sá sem er með besta tíman og tímatökum, hann fær að velja sér stað á ráslínu fyrst. Síðan bara í næstu og þeir ræsa væntanlega í 2 línum. Þannig að það er fremri lína og aftari lína, allir hlið við hlið. Síðan bara flaggari, upp með flaggið allir á stað og reyna að klessa ekki á alla hina í fyrstu beygju. Það verður gaman að fylgjast með hvernig þeir komast í. Fyrsti hringurinn er oftast mjög spennandi. Já, það eru allir, það ætla allir að vinna. Það er enginn í það til þess að tapa. Nei, það er bara svoleiðis. Það ætla allir að fyrstur inn í fyrstu beygju og allir fyrstur út úr fyrstu beygju. Já. Hvernig er ástandið á línunni? Þú veist, hvernig líður mann á línunni þegar þú ert með stendur á þessu tæki og það er reisgas lykt í loftinu? Já, reisgas. Fólk er á teilt reisgas, ef við kannski útskýra það. Hvað er reisgas? Reisgas? Já. Reisgas er bara bensín sem er umtalsveit dýrara heldur en það sem hægt er að kaupa á dælu niður í Shell. Já. Og gerir það að verkum að, það er með alls konar skemmtilegum íblöndunarefnum og þetta getur farið í svona dítela kannski. Nei, gerir það að verkum að sleðarni, þú getur keyrt sleðarna umtalsveit kraftmeiri. Já, en það er þannig að vélarnar þurfa þetta bensín. Já. Og það er bara ákaflega einkennileg lykt af þessu bensíni. Já. Og hún er dálítið góð. Það er góð lykt af þessu. Hún er mjög góð, sko. Þannig að fyrir þá sem er gamla flugvöldum annað, þá er þetta svona svipað fyrir okkur að koma á snjókross eða á torfærur eða eitthvað. Já. Þá er reisgaslykt. Þetta er svona eins og fyrir flugveldasjúka á áramótunum, það er svona hvellitulykt. Já, þetta er það sama. Og af hverju er svo mikill háa þessum sleðum? Það er góð spurning. Þarf við sjá að vera? Það eru örugglega margir að pæla í þessu. Það eru margir að pæla í þessu. Sko, í mörgum tilfellum það er hægt að fá meiri kraft með meira háaða. Já. En svo er þetta líka bara að stressa mannin fyrir fram að þig. Af því að þegar þú ert að keyra einhvers staðar í snjókrossbraut og heyrir í einhverjum sleða öskra á bakvið þig, þá fyrst reynir að keyra hratt. Já, þannig. Þannig að þetta er svo sem líka sálrænt. Sko, núna eru þið konur á línu, þetta er svona eitthvað að fara að gerast. Já, mér finnst þið að vera að fara að raða upp á ráslínu núna. Geturðu sagt mér hverju þetta eru? Frá vinstri til hægri hana? Frá við byrjum bara hérna á rauðarsleðanum í fremstu röð. Já. Þetta er IQ? Þetta er IQ. Kristófer ekki IQ, fyrir ekki. Nei, þetta er 2016 IQ. Ég sé nú ekki hver þeirra þetta er. Já, meinar. Svo erum við þarna með Birgir Ingvarsson, Axel Þórhallsson og Alex í unglingaflokk. Síðan er þetta að mér sýnist Viðar Geir og Bjarki Jóhanns. Já, einmitt sjá þið núna. Þarna er hann nú kannski bara, teljum þetta bara í eins og þetta er þarna. Eins og þeir eru að koma á línu. Þarna er greinilega Axel hefur náð fyrstu besta tímanum í tímatökum. Axel Darri Þórhallsson. Já! Hann er þarna á sínum skítu bifreið. Það er þannig. Og við hliðið hans á nákvæmlega eins leða er Bjarki Jóhannsson. Næs. Þannig að þetta eru tveir hröðustu keyrarnir. Gæti verið slagur. Gæti verið gífurlegur slagur. Næs. Svo kemur þarna, ætli þetta sé Elli Köttler, ætli hann sé búinn að skipta sleða. Já, það sýnist mér öllum líkindum. Já, þetta er ástæðan fyrir að þú ert hérna. Þú þekki gallana. Ég þekki gallana. Sko, ég veit ekki hvort þetta sé Bjarni á Grund eða Þórður upp í Hamarstík, sko. Ég hef ekki hugmynd. Þetta er Elli Köttler sem er 3. tilnefnismeistara. Hann hefur stolið sleðanum á Stinna. Spurning hvort að sleðan hans hefur bilað. Mega þið keppa á hvaða sleða sem er? Fyrir ekki eitthvað trúblega, haldt árum. Já. Svo er þarna við hlið hans Birgir Ingvarsson. Nei, þetta er ekki Birgir, fyrirgeðu.
fyrirgefðu mig ásakaðu. Ég er hérna með allt í skralli. Þetta er Ásmund Gunnlaugsson, þannig við hliðina á Ella. Svo kemur Alex í úlingaflokk. Þið sáu kannski hérna við hliðina á Bjarka á endanum var að koma grárgræn Artika. Þetta er að ég held Viðargeir. Alright. Svo í aftari röð eru þar sem við sjáum næst okkur, þetta er Elvar Örn, hinn Elvar Örn. Þannig þeir eru þarna fremstur á línu? Hann eru fremstur á línu, svona, hröðustu keirararnir. Þetta sísón eru greinilega þarna fremstur á línu. Já, hann er kannski ágætið útskýrð það. Þetta voru náttúrulega tímatökur í morgun og þeim er raðað upp eftir bestu tímum á línuna. Já, ég kom aðeins inn á það. Er ekki að hlusta á þig? Nei, það held ég ekki. Þetta er svolítið ruglingur. Látum við sjá, hann eru þeir. Já, þarna á endanum á rauðarsleðanum, þetta er Einar og Röpp, eins í Jeep. Já, er þetta links? Þetta er links, þetta er 800 links. Almennilegt. Það eru... Mér sýnist þeir vera að stilla upp í tvöfalda ráslínu. Já, skulum sjá. Ætli Einar hafi verið síðastur inn á fyrir rásröð. Skulum við skipta yfir á hérna myndavél 2, nú aðeins nær. Já. Viltu eitthvað að drekka, veli? Ég er alveg góður í augnablikinu. Já, við erum víst. Ég væti kannski hverkana hérna þetta smá. Ótrúlegt með viðast, þá erum við hérna. Það fyrir að heyrast í útsendingunni ef við erum ódrukknir. Já. Við viljum ekki vera drukknir, fáum okkur eina Pepsi Cola. Eina héla. Já. Hrannar. Þetta er nýja sigurlaus eða? Þetta er nýja sigurlaus, Sælir. Ef að taka smá umfjöllun drikkina hérna. Þetta er nýja Coca-Cola Zero. Nýtt bragð, ég finn enga mun á þessu. Ekki neitt. Eðlilega. En allavega, býtum við, hvað er að gerast? Nú eru þeir komnir þetta niður til. Allir komnir á ráslínu sýnist mér á öllu. Það er verið að tjekka hvort að allir séu ekki með spennta hjálma og í spælkum. Það er gert fyrir all stört. Og já, mér sýnist sleðan eru komin í gang. Það er verið að tjekka á þeim þetta. Flaggarinn bendir á alla hvort þessu klárir. Og nú er þetta að fara af stað, spennandi. Nú er þetta að fara af stað. Hvað gerist? Sportflokkur úrlinga. Hvað gerist í fyrstu beygju? Ætlar þú að sjá blaðrið í hóluskotinu? Ég get örugglega... Ég ætla að reyna að fylgjast með hljóðinu. Ég get örugglega sagt eitthvað skemmtilegt. Jæja. Flaggið er komið niður. Skopp! Þeir eru komin á stað. Þarna sýnist mér fyrstur í inn í hring er Bjarki Jóhanns. Axel Darri kemur úr á eftir honum. Já. Þetta gekk stórslysalaust. Já, þetta gekk bara vel hjá þeim. Bjarki fyrstur, Axel annar. Ásbjörn þriðji og Elli fjórði. Ítla tæpur maður hérna. Sýndist það að vera Axel Darri, hann fór næst í á granirnar hérna. En hann slapp til. Og Bjarki er fyrstur hérna. Kom hann upp, þetta er... Og Axel annar. Já. Býtum við. Það er dautt á sleða í uppstökkinu hérna á endapallinum. Það er dautt á sleðanum hjá Ásbjörni, sem þýðir að Elli Kötl er komin í 3. sætið. Heyrðu, er þetta einhver ádreppar á hæð þarna? Hvað er að gerast? Þegar við setjum hérna á þessa myndavél? Já, það eru fyrir að 2 sleða stopp. Hann er eitthvað undir honum að skoða hann. Já, það er sem eitthvað gerst. En ef við höldum áfram hérna, þá er það Bjarki sem er fyrstur og hann er nú eiginlega bara svolítið að stinga Axel af. Já, það má eiginlega segja það. En já, eins og segi, Bjarki er gífurlega hraður keyrari og búinn að standa sig vel í ár. Þannig kemur inn í mynd Axel í öðru og Elvar ennþá í 3. Það verður mikið barátta á milli annars og 3. sætis í dag. Já, spurning hvort það. Nú svo reka hérna lestina aðri keyrarar. Eins og við kannski ekki sáu, þá er kannski ekki rosalega mikið að gerast hjá Bjarka í brautinni, en hann er bara búinn að stinga það af. Sjáðu hann, flottur. Brautin á eftir að grafast hérna í dag og það er orðið einhver fyrirgefðu barátta þarna 3. sæti sér. Það er orðið smá barátta 3. sæti ef við sjáum það. Elli er hann er að nálgast Axel, en hann kemst ekki fram úr honum ef hann er á eftir honum. Hann er aðeins spurning hvort Axel geti varið sína línu.
Og þarna komaður niður brekkuna yfir Músakaflan. Þið sjáu kannski að þessi flokkur er ekkert, hann er ekkert að taka öll stóru stökkin, nema kannski Bjarki. En það er bara einfaldlega því að það er gífurlega erfitt að stjórna þessum tækjum í loftinu. Já, hvernig stjórnar þessi í loftinu? Það er í rauninni, þú gefur í og bremsar í loftinu og stjórnar sleðanum þannig hvort þú ferð á nefið eða raskati. Ok. Og svo er bara að halla sér og halda fast. Halla sér og halda fast? Algjörlega. Er þetta, þú veist, skiptir einhver máli hvernig þeir koma í uppstökin, þú veist? Getur það ekki snúist eða eitthvað? Jú, algjörlega. Ef þú ferð onni í einhverju hólu eða spólfrætti belti í uppstökinu þá getur þú farið bara flikkfært heljarstök hana eitthvað. Og það er einmitt það sem þeir verða svolítið að passa sig á í brautinni í dag er að hún mun grafast, hún er mjúk brautin í dag. Já. Og hún mun grafast þannig að línuvalið gæti skipt sköpum í dag. Já. Eru menn svolítið að festast í línum? Eða eru menn duglegir að fara út fyrir línur? Já, sko, byrjendur festast að sjálfsögðu miklu meir í línum. Þeir lesa brautin ekki jafn mikið og til dæmis Bjarki sem er búinn að gera því öll árin. Já, akkurat. En svo er þetta líka bara hellings útsjána sem eða ekki að sjá nýjar línur, skilur. Jú. Hvað virkar? Algjörlega. Og maður verður svona pínu eins og veðhlaupahestur þegar þú ert að keyra og þú sér kannski ekki sléttan hlut við hliðina á þér og keyrir bara í alla húpsana. Þarna má sjá að Bjarki er að hringa síðustu menn, bara strax. Já, þarna er hann að hringa Einar Geirs en Einar er að stoppa þarna á pallinu á hann. Já, ég ætla að sjá hérna hvort þessi komið í live inn á tímatökum. Sjá hvort þessi umhverju tímar. Ekki ennþá. Ekki ennþá. En þetta er líka mikið challenge fyrir ökumenn, fyrir hraða ökumenn að það er að taka fram úr þeim sem þeir eru að hringa af því að það er mjög auðvelt að keyra hratt í braut en það getur verið aðeins flóknar að taka fram úr. Mér finnst að Bjarki vera að gera þetta af gífurlegri snilld. Þið kannski sáu það að vera að hreyfa einhverju flaggi á stökkpallinum. Það er blátt flagg. Já. Það er til þess að láta hægar ökumenn vita að það er verið að hringa og þeir eru að hleypa fram úr. Það er sennilega það versta sem getur gerst er að þú ert að vinna mótið og festist á eftir einhverjum. Já, auðvitað. Það er að vera að tefja þig. Já, þannig hefur einhver farið í Guano. Það er gult flagg í brautinni. Skulum við setja hérna á þessa, hún ávist að vera... Nei. Kamera 1. Skulum bara fara á hinn aftur. Hann er að ná... Já, þetta er Birgir Ingvar, hann hefur eitthvað fatast flugi í eigin getu. Hann er komin á stað aftur, þannig að það er grænt í braut. Flugfattaðist. Þarna er Axel Darri. Axel að taka fram úr á pallinu. Já, hann er að hringa einhverja skemmtilega menn. Það er eitt hringar á milli hans og Bjarka. Elvar er þarna svo ennþá eftir Axel og er að vinna í að hringa menn á fullu. Þetta er ekkert litla súpan maður. Þetta er litla súpan maður. Þeir hafa náð Axel hefur náð aðeins forskoti á Elvar sem er í 3. sæti. Sko, við ættum að geta séð núna hérna Heat 1 Sport. Nei, við skulum býða aðeins eftir þessu lengur. Þetta er smá stefið, það er einhver stopp hérna á IQ. Já, hann var að hleypa fram úr sem mér. Já, hann er komin, hleypti hann fram úr bara með að fara út af brautina. Já, það er stoppaði bara. Já, að gera verið ekki fyrir. Það er venst. Þarna sjáum við Ella Köttler, hann er í 3. sæti. Er að koma þarna upp stóra stökkpallin okkar. Sjáðu strax hvað hann er búin að grafast pallur, hann stökk eiginlega bara ekki neitt. Já, algjörlega. Þetta er bara svona hóll. Þetta er mjög fljótt að koma og sérstaklega í næsta hóli þegar maður verður ekki, ég væntanlega verður lítið farið með tróðarinn í brautina og hún verður mjög áhugaverð brautin undir lok. Já. Það vitum við. Þarna sjáum við Bjarka verið að hringa Kristófer Lóa. Kristófer í sinni fyrstu keppni. Keyra þetta á öryggi. Það er svona aðeins fara að hægjast á þeim. Það er, já, menn eru klárlega hrettir. Hann er einhver stopp á endarsunspallinum. Oppa sík. Það er gult flagg, döðu sleði. Bjarki
fer rólega og tekur engar áhugjur. Tekur engar áhugjur? Tekur engar áhugjur. Það sagði hann. Það sagði maðurinn. En byrju, hver þetta sagðirðu? Þetta sýnist mér vera, þetta Halldór Hafþórsson sem stoppaði upp á endarstöðspallinum. Hann ekkert að taka eftir þessu hérna. Og byrju, þarna kom sigurflaggið. Bjarki búinn að... Já, við mistum á síðasta hring. Bjarki í fyrsta sæti, Axel í öðru sæti. Svo kemur Elvar þarna yfir línunni í þriðja sæti. Ég misti því miður á fjórða sætinu í allir hringavitleysunni. Já, en við ættum ekki það. Þetta eru allavega, þetta eru fyrstu 3 sætin. Já, í fjórða sæti var Birgir Ingvarsson. Nei. Já, það er sko, já, það eru 2 Elvarar. Bjarki, Axel, Elvar, Örn Jóhannsson, Elvar Örn Axelsson, Tryggvi Steinn, Viðar Freyr, Tómas Orri. Já. Þetta eru fyrstu sætin. Þið fáið þetta upp á skjáin hjá okkur hérna. As soon as possible. As soon as possible. Kannski bara eftir næsta hít þegar það verður kannski smá hlé. Þá upplýsum við stöðu mála þegar við vitum líka aðeins meira. Ef okkar hérna á fullu að græða grafíkina. Ekkert stress. Ekkert stress. Þannig sýnist mér síðasti maður hafa komið yfir endarstöðspallinn. Og núna núna fekk Bjarki X-mörg stig fyrir að vinna þetta hít. Og Axel X-mörg og Elvar. Já. Og það safnast saman og síðan veitt verðlaun eftir þriðja hítið fyrir þann sem er með flest stigin úr 3 eða Já, fyrir flest stigin úr 3. Algjörlega. Hérna einu sinni var þetta gert eins og í VFSA úti að þú kannski tapað fyrsta og öðru híti en ef þú vannst síðasta híti þá fékkstu sigurverðlaun. Þá veistu bikarinn. Já. En fékkstu náttúrulega ekki öll stigin, þú veist bara stig fyrir síðasta hítið. Já. En það er búið að breyta því. Það er búið að breyta því, þannig að þetta er orðið svona eðlilegra sko. Já, þannig að núna þurfa þær að ganga vel í öllum hítum. Já. Þið sjáu þarna á skjánum ykkar að það hefur verið að skipta ökumenn á sleðum. Þarna var Bjarki Jóhannsson að stíga af sleðanum og Baldvin Gunnarsson fór á bak. Bjarki búinn að hita sleðan vandlega fyrir Baldvin Vinsinn. Hérna niður frá að vera að ná í eitthvað hræ. Já, þetta er Ásbjörn. Æi, ætlaði að brotna eitthvað í búkanum frá hann. Já, hann stoppaði þarna í... Zoomið á litlu vilni. Hann stoppaði þarna í stóra stökkpallinum og var dreginn út úr braut. Sýndir, hvað fannst þér? Býðum við, núna er tæknimaðurinn á sambandi við með hann. Vali, haldt þú áfram að tala, ég að tala við hann? Endra. En já, þið sjáu hann að eitthvað að skoða í búkanum á hann, spurning hvort hann hafi látið hann hafa það örlítið og mikið. Það er aldrei að vita. Hvað sagði þér? Aldrei að vita, en núna eru að gera sér klára Pro Open og Pro Sport. Þetta eru umtalsvert hraðari keyrarar og þetta er maður að sjá eitthvað af aksjóni. Herra, nú skulum við hérna leyfa bara fólkinu að horfa hans á þetta. Við skiptum yfir í úrslit þetta augnablik. Já. Og hérna slökkum á blaðrinu í okkur augnablik. Jæja, við ætlum að hætta þessa kvöl. Nú erum við komnir aftur. Það kannski var það bara, er kvölinn kannski við séum komnir aftur? Það er góð spurning. Herðu, við ætlum að henda í hérna... Hendi úrslit? Úrslit eftir fyrstu. Það er númer 9 hérna. Þetta er allt að gera sko. Þetta er mikið system hjá okkur sko. Það er númer 9 sem maðurinn. Og svissum yfir á það hérna. Þarna var í fyrst þetta Bjarki Jóhannsson. Hann er þá búinn að vinna
já, hann búinn að vinna þetta fyrsta heat. Hann fyrstur til stiga. Ok. Axel Darri í öðru sæti, hann annað til stiga í Íslandsmeistaramótinu og Elvar þriði. Elvar Örn Jóhannsson þriði til stiga og var þriði núna, þannig að þetta var bara allt eins og já, við mátti búast. Svo þarna Elvar Örn Axelsson í 4. sæti. Þetta gífurlega flottur árangur í honum í sinni annari helgi í snjókrossi. Og talanum Tryggvi Steinn þarna í 5. sæti á hans fyrstu keppni, aldrei búinn að ekki búinn að prófa þetta mikið. Nú þurfa að sjá sem að þetta að byrja. Nú skiptum við yfir. Þetta Pro Sport. Þetta startið í Pro Open úr Pro Sport. Þannig að allir í bland þarna. Allir í bland. Nú reynum við að fylgjast með þessu, sjá hvað gerist. Þeir á stað. Hvenær hóluskotinu. Mér sýnist Bjarkinar inn í hringnum. Jú, mikið rétt. Þetta Bjarki í 1. sæti í Pro Open og Beggi þarna í öðru sæti. Hann þá í 1. sæti í Pro Sport. Svo kemur Kristóf Dan, Einar Sig, Beggi Friðbjörns, Baldvin Gunnars, Einar Gunnlaus, Ívar Már, Ármann og hvað Stinni þetta síðast? Já, Kristinn rekur þarna lestina. Jæja, sjáðu Bjarka ferðina á honum. Sjáðu mann anskotan. Jæja. Jesus Christ. En þarna erum við mynd 1. sæti og 1. sæti. Já, í sitthvorum flokknum. Í sitthvorum flokknum og svo kemur hann kannski inn í beyguna. Jú, hann sjáum við Einar Sigursson, hann í öðru sæti í hann í öðru sæti í Pro Sport, segi ég. Hann núverandi stiga kongur í Pro Sport, þannig að hann þarf að ná Begga til ef hann ætlar að ná titlinum. Já. Förum við aðeins aftar í flóruna. Komum aðeins aftar í flóruna. Þarna Kristóf Dan, Hákon Birkir og Baldvin Gunnars. Baldvin Gunnars nú í Pro Open, þannig að þetta eitthvað í þetta hann allt í bland. Já, þetta allt í bland maður. Þetta allt í bland maður. Svo kemur hann inn í mynd Ármann Örn. Það einhver stopp þarna. Það einhver stopp einhvers staðar, segir maðurinn. Já, Ívar Már hefur dottið hans út úr braut. Hann fljótur að koma sér aftur inn. Þið sjáu þarna, hann Baldvin Gunnars að pressa á Hákon Birki. Sérðu ferðina á hann Bjarka? Sýnist hann vera, hann hroðalegur. Hann komur örugglega bara á 90 hérna niður. Já, við skulum bara kannski fylgjast með honum keyra í smá stund. Það ekkert slegið af. Þú veist, hann lang fyrstur. Hann svo nokkurn veginn. Hann svo lang fyrstur. Látum við sjá. Já, ég sá þetta. 3 hringir búnir eða eitthvað. Yfir stóra stökkpallinn og svo bara allt í botn. Já, ég með þetta hérna. Þess að staðan akkurat núna, þá Bjarki fyrstur í Pro Open. Baldur Gunnarsson annar og Ívar Már þriði. Já, Baldur Gunnars einum 10 sekúndum eftir Bjarka og Ívar Már 12 sekúndum eftir honum. Þannig að þeir eiga mikið verk fyrir höndum. Já. Bjarki að fara tíman 44.46 en Baldurinn þá fara 54.5. Já. Pælið því, það alveg dálítið mikill munur sko. Það dálítið mikill munur sko. Svo förum við hérna í Pro Sport. Það fyrstu Beggi Bergsveinn og hann að fara tíma 46.950, svo hann að býsta góðum tíma. Hann á gífurlega flottum tíma. Með Bjarki 44 sko. Hann reyndar að keyra mjög hratt. En fast á hans kemur Einar Sigursson, hann einungis rúmum 3 sekúndum eftir honum. Og Kristófer Danielsson í þriði. Einum 3 sekúndum í viðbót. Og Hákon Birkir, Ármann Örn, Einar Gunnlaugsson, Kristinn Kjartansson og Guðmundur Hreiðar. Yes. Reyna, ég skal alveg viðurkenna það, þetta nú pínu komið allt þetta, en við fara hérna myndaðal 2 hérna þess. Hver eru þarna? Já, hérna sjáum við Kristófer Danielsson og Baldvin Gunnarsson. Baldvin að, já, hann í rauninni ekkert að keppa við Kristófer, hann bara að reyna að komast fram úr til þess að ná Bjarka. Baldvin í öðru sæti í Pro Open. En hann eitthvað að pressa á hann, sjáum við til. Já, nú örlítið daprat skygnið hjá okkur. Það betra í þessari myndavél núna. Það betra í þessari myndavél. En þetta Bjarki hérna. Hann Bjarki, ég sjá að það kannski svona smá litur í brautinni, þannig að Bjarki var að fara, byrju, 1.32, hvað þýðir það? Já, ég veit það ekki. Já. Byrju, hann búinn að hringa Baldvin og Ívar? Nei, Baldvin bara ekki komin í mark, þannig að tíminn ekki komin inn, sjá til. Ok.
Það stendur plus 1 lap. Já, við sjáum hérna þegar Baldvin er upp í beigjunni. Já, það kemur náttúrulega plus 1 lap þangað til að kemur í mark. Yes. En ekki það að já, það er spurning hvort það hefði eitthvað gerst hjá Baldvin af því að hann er þarna í mynd, hann er að koma yfir endamarki núna. Sjáum hvaða tíma hann maður kom ekki tíma á hann. Það er spurning hvort það sé eitthvað fokk á þessu tímakeri. Já, hann er kannski ekki alveg markað þetta. Ekki alveg. Þetta er svona hvað strekkundir hann Ívar eins og hann hafi verið að koma hring sko. Þetta er alls konar. Þetta er alls konar. Þarna í mynd er samt Baldvin Gunnarsson og hann er að elta uppi Guð, ég sé ekkert að hann törnskjá. Þetta er litið gott síðan. Baldvin Gunnarsson, hann er að elta uppi Hákon Birkir, er mér sýnist. Já, komið fram Hákon Birkir, hann er komið fram úr honum. Já. Þannig að hann er að vinna sig upp. Þarna sjáum við Bjarka, hann var að hringa Ívar Má. Ívar Már er í 3. sæti í sama flokk og Bjarki var að hringa hann. Það gefur okkur kannski nokkur hugmynd hversu hraður Bjarki er. Já, hann var að hringa hann var að hringa 3. sætið. Já, í sínum flokk. Þarna það er bara flagga. Það er bara blátt flagg. Bjarki tekur hann fram úr Kristó Dan. En það þýðir að það er stutt í Baldvin. Jú, það eru bara rúmar 2 beygir þannig að Bjarki er komið í raskæti á Baldvin, 1 maður á milli. Það er smá súpa hann í beiginni. Þeir koma niður, step down. Hver er þarna eftir Bjarka núna? Þetta er Ívar Már sem á að hringa á hann. Já, ok. Býðum við. Þarna sjáum við, þetta er Einar Sigurðsson, hann er væntanlega að hringa Kristinn. Einar er, ef mér skjátlast ekki, í öðru sæti í Pro Sport. Þetta er ríkilega tímaður. Það er gaman að þessu. Þarna kemur Baldvin, við erum náttúrulega ekki með hann í mynd. Við erum að horfa á einhvern annan hérna. Við erum að horfa á Við skulum setja hérna á kameru 2, en sjáu þið, hérna eru þeir. Þetta er Bjarki Sigurðsson, hann var að taka fram úr Begga Friðbjörns. Já, í hinum flokknum. En við pældi því að þeir voru mjög nálægt hvor öðrum hérna í fyrst. Já, algjörlega, og þetta þýðir það að næstur á undan Bjarka er Baldvin Gunnarsson sem er í öðru sæti í Pro Open, þannig að Bjarki er að verða búinn að hringa annað sætið. Þarna komur hann yfir endarsætspallinn Beggi Friðbjörns og Ívar Már. Ívar Már er í eltingaleik við Bjarka. Sko, það er eitt að reyna að sjá eitthvað í svona veðri og bara einn að keyra sleða, en þú veist, svo ertu náttúrulega með sko austurinn yfir þig úr manninum undan, sko. Já, algjörlega, og pluss það kemur snjókoma í glerauðin og þú séð slétt ekki neitt. Nei. Sem getur hamlað mann í gífurlega og það er einhverja snowcross. Er það eitt sem ég ætla að spyrja það? Það keyrti ákveðin tíma pluss 2 hringir, eða ekki? Jú, mikið rétt. Þeir keyra í, veistu, ég er bara búinn að gleyma því, 6 mínútur pluss 2 hringir. Já, ok. Langar mig að segja. Já. Þannig að þið fáru alveg býsna sterkar myndaði hvað þetta er að taka í tíma. Já, algjörlega. Hefur það alltaf verið þannig, eða? Nei, tímanir eru síbreytilegir. Ok. Er það bara eftir keppnisaldra, hvernig það það? Nei, það er nú ákveðið bara fyrir sísonið yfirleitt. En Bjarki var eitthvað að segja einhverju hetjusögu frá því í gamla daga að þá keyrðu þeir korter eða 20 mínútur ef ég maður rétt. Fyrirgeðu, núna erum við að horfa á Baldvin Gunnarsson. Nú erum við að horfa á Baldvin Gunnarsson. Verða hringaðan af Bjarka. Já, þarna var Bjarki að enda við að hringa Baldvin sem öðru sæti. Þvílík framúrvöxt. Þetta var enda eins og hann hefði stokkið yfir hann. Já. Jesus Christ. Og svo er hann bara farinn. Hann er strax kominn, hálfri beðið undan honum. Þetta er rosalegt að horfa á mann. Þetta er rosalegt. Þannig að það er greinilegt að menn eru æstir. Menn eru æstir, sko. En svo er spurningin hvort að þið getið að halda þessu út allt hítið og hvað þá 3 hít. Þetta er náttúrulega sko
kennst almennilegur hitt í kroppið með þetta. Jú, mikið rétt. Og sjáum við hvað gerist. Sjáum ég að fá hérna stöðuna, það er gaman að vita stöðuna í... Við fyrir með kamera 2, það er eitthvað að gerast hérna. Já, þarna þetta er Einar Sigurðsson, hann að koma og að fara að klára. Já, þetta náttúrulega sjálfsögðu... Þetta að sjálfsögðu búið. Já, búið. Við mistum á flagginu. Sá ekki flaggið einu sinni, biðast afsökunar á því. En þeir eru að klára þetta núna. Og þá er þetta heat búið. Ég er að reyna að sjá hérna stöðun úr þessu. Og það er að sjálfsögðu Bjarki Sigurðsson sem að vann þetta algjörlega með yfirbörðum, var hring á undan bæði Baldvini og Ívar Már sem var í þriða, Baldvin annar og Ívar Már þriði. Prósportflokkurinn, það var Bergstedt sem vann hann, Einar Sigurðsson annar, Hákon Birkir þriðji, Kristófer Danielsson fjórði, Ármann Örn fimmti, Guðmundur Birkir sjöndi, Guðmundur Hreiðar fyrir ekki, Einar Gunnlaugsson sjöundi og áttundi Kristinn eða Stinni. En sjá. Hérna eru bestu tímarnir í flokkunum. Sá sem átti bestan tíma í Pro Open var hann Bjarki og 48.561. Já. En það var maðurinn í öðru seti, Bergsveit, sem var með best tíman í Pro Sport, 51.24. Já. Og við talum sko 3 sekúndur sem að 3 sekúndur mun. Algjörlega sko. Og látum hún að sjá. Já, þetta Bjarki að taka þarna gífunan tíma, því sjáum við samt að, já, þið sjáum þetta náttúrulega ekki. Ef þið eru með appið opið þá ættum við að sjá það. Já, og það er búið að græja þetta, þannig að við getum hérna allan úrslitinn, þannig að við getum sett þau á skermirinn. Bjarki fyrir þetta á tímanum besta tíma 48.5 og Ívar Már á besta tíman 51.2 sem alls ekki svo fjari lagi. En munurinn bara að sá að Bjarki var að halda þessum tíma, þessum ógnarhraða allt hítið. Já. Og það í rauninni það sem að setur hann pínu í sérstöðu. Það hvað hann getur keyrt hratt lengi. Já, og það náttúrulega, sko, bara sjá hann hvernig hann að taka, hann að nota, hann bara skautar alla brautina. Hann notar alla brautina og alla batta. Og sem ég tók eftir núna sko að menn eru svolítið að bíða eftir sínum stað til að taka fram úr, skilurðu? En Bjarki bara að taka fram úr bara allstaðar í brautinni. Já. Og reyndar náttúrulega fleiri að gera það, en þú veist, það er bara svo áberandi hjá honum sko. Algjörlega. En þvílíkt flottur akstur á kallinu sko. En við núna verðum að græja brautina og við skulum bara sjá hvort að það gangi ekki ágætlega. Við skulum fá okkur hérna súpru hundarnir hérna í útsendingunni, kannski fáum okkur smá vassopa eða eitthvað og sjáum okkur eftir augnablik aftur. Þið verða enga stund að þessu strákarnir og konurinnar. Já.
Jæja, það var semst að breyta staðan. Bergsveinn var annar og já, í Pro Sport sem sagt. Hann heitir þetta ekki Ingar. Þetta er Einar Sigurðsson og Bergsveinn Ingvar Friðbjörnsson og Hákon Birgir Gunnarsson. Yes, þannig að það er staðan. Það er rétt staðan. Það er staðan í Pro Sport eftir fyrsta heat. Þannig að við bara, við stafsökunum því, þetta bara snerist við hérna þegar við vorum að fá okkur drykk. Jó. Þannig að þetta er alltaf gerast. En já, ef við skiptum kannski yfir í brautina. Já. Nei, það sést ekki neitt. Þetta er Tómas hérna, þurrka linsunni. Næsta myndavél. Allavega, við erum hérna með 2 snjótróðar í brautinni. Annar er skaffaður á Hlíðarfjalli. Það er Kristófer Valsteinn sem er á honum. Það er hann að vinna hérna? Hann er að vinna hérna upp í fjalli og er að gera þetta á Hlíðarfjallstróðara. Svo erum við með einnig í brautinni Herra 711. Ekki Pétur Birgisson. Hann er á snjótróðara sem að Malli í sportferðum og Grétarólu sköffuðu okkur. Yes. Hann að sjáðu hann. Það er alveg ómetanlegt að þið séu að gera þetta. Ómetanlegt að fá svona tæki til þess að gera brautina því að ekki gera þetta með handskóflum. Ég get að lofa eitthvað því. Nei. Illa flott hjá þeim. Algjörlega. Svo er líka bara, þú veist, þetta er ekki bara að fá tæki í lána, þetta er líka hellingskostnaði bara í olíu og þú veist, þetta er slittabúnaði maður, ég veit ekki hvað ekki. Það er KKA sem er að skaffa olíu hérna ofan í tróðarann í dag. Ætli þessi mótul? Ekki dísilolía. Ekki dísilolía? En við olíu skiptum tróðarann daginn og það var sett mótul á hann. Var það þannig? Að sjálfsögðu. Hvað fyrir mikið olíu á svona? Það man ég ekki. Nei, ég er bara ruglýr. En svona ef við tölum kannski þennan snjótróðara til að tala eitthvað. Já, hvernig beltir undir? Hvernig beltir undir þessu? Nei, þetta er 8,3 lítra Cummins, 260 hestöfl. Heyrðu, svo hættum við að tala tróðarann. Varstu ekki með einhverju upplýsingar frekar ökuþórana? Frekar upplýsingar ökuþórana? Já. Ef að taka fyrstu 3 sætin í öllum flokkum? Bara í þessu flokki? Í þessu flokk þarna. En þar í fyrsta sæti var Einar Sigurðsson. Hann er sponsaður af AP Varahlutum, Jóðhafn Sport og Meistarinn sem mála. Í öðru sæti var Bergsveinn Ingvar Friðbjörnsson. Hann er styrktur af Nesbræðrum, Amsöl Íslandi, Heiðguð Byggir, Kóbolt, Akureyri Excursion og Ævarandi. Og svo í þriðja sæti var Hákon Birgir Gunnarsson. Hann er sponsaður af Íslenski málar, Amsöl Íslandi og Kóbolt Vestæði. Gífurlega flottir strákar. Í fyrsta sæti í Pro Open, þar höfðum við Bjarka Sigurðsson. Margumræddan Bjarka Sigurðsson. En hann er hérna í boði Ellingsen, Rhino Power, Scott, AB Varahlutir og Steðji Racing. Hvað er Steðji Racing? Steðji Racing, það er racing tímið og þeir skaffa honum vélsleða. Það er Níel sem á sleðan og Bubbi liðsstjóri. Bubbi á Dalvík? Bubbi á Dalvík, drengur. Jú, og kannan segja frá því að þessi vélsleði til sölu. Ok. Kostar 1,9 mils, Jæja. Sem er gjöfn ekki gjaldgítur sætt ykkur. Er það svona ekkert óalgengt verð á vélsleðum? 1,9? Já. Þetta er allavega mest vélsleði sem þú farið fyrir 1,9. Ég getur sagt þér. Ok. En já, svo í öðru sæti var Baldvin Gunnarsson. Hann er styrktur á Mótul, Finnur ÖHF, Bílatorg Akureyri og svo Pabbi og Haldur Gauti. Og Ívar Már Haldursson í þriðja sæti. Hann er styrktur af Go Nutrition, Mótul og Sirta. Yes, það er þannig sko. Svo er spurning hvort við getum sett á skjáinn úrslitin eftir úrslitin úr byrjendaflokk. Já, byrjum kannski bara á úlingaflokk. Þar var í fyrsta sæti Alex Þór Einarsson. Hann er styrktur af K6 veitingum, innan sig af pappa. En það er Röp 23, Bautinn, Sushi Corner og Pizzasmiðjan. Hann, vann þarna úlingaflokk. Það væri gaman að sjá fleiri mæta í úlingaflokk af því að þú getur byrjað hér mjög ungur að hafa gaman. En já, þannig er komin skjáinn úrslitin úr sportflokk.
Þar var í fyrsta sæti Bjarki Jóhannsson. Hann er með aðeins einn styrktaraðila, en það er Beacon Racing sem er Baldvin Gunnarsson. Hann skafar honum sleðan. Svo erum við með Axel Darri Þórðarsson í öðru sæti. Hann er sponsor af Valla Sport sem er ég. Og allir sem kaupa sólglöru á honum. En það er gaman að segja frá því að Axel hann sem var í öðru sæti, hann er að keyra á gamla sleðanum mínum sem að ég keppti á þarna fyrstu keppninni í Mývatni áður en ég fór í Góðanó. Nú, meitirðu þig það? Já, ég fór hann í smá stöppu. Tókstu floppy spin? Ég tók floppy spin, flikkflakk heljarstökku og lenti á öxlinni. En svo er Elvar Jóhannsson í 3. sæti. Hann er ekki með neina sponsa en óskar eftir styrktaraðilum. Þannig að ef einhver hefur áhuga að sponsa Ella þá bara eyrið í honum. Mér sýndist reyndar að Stinni væri að sponsa hann hérna með sleða sem hann var að keyra á sleðanum að sáða. Já. Herru, eitt hérna. Nú erum við með á skjánum eitt svona vélsleða eins og það eru nokkur á hérna. Já, það eru samtals 6 talsins. 6 svona sleðar? 6 nákvæmlega svona sleðar. 2 þeirra nákvæmlega eins og 4 þeirra alveg 100% eins. Hvað er svona merkilegt við svona vélsleða? Hvað er öðruvísi við þennan vélsleða heldur en vélsleðan sem kaupir út í búð? Sko, þessi vélsleði þeir eru örlítið styttri. Þú færð alveg svona sleða en þetta er ekki fjallasleði. Þeir eru 137 tómur. Já. Flestir vélsleðir eru 155 þar í kring. Þeir eru umtalsveit breiðari. Já, þeir eru breiðari? Þeir eru breiðari milli skíðana. Stöður í beygjum. En svo er bara fyrst og fremst dempararnir. Þetta eru ægilegir demparar. Þið sjáu kannski á myndinni, það eru þarna gullitu fólaðbúr. Þetta er allt með einhverju Kashima coating og með músina hérna á sjáðu. Og jari. En sjáðu líka hérna, sko, ef þið sjáðu músina, hún er hérna, sjáðu hvað demparinn fyrir framalega hérna. Já. Gamla daga komum við nú bara alltaf þetta beint niður, veist það? Jó, það er af sem áður var. Já, það er til þess að þola átökin. Já, og líka bara hvernig hann er í hollningin á sleðanum sér, þú veist. Í gamla daga kom stýri bara hérna upp og þú veist, þetta var miklu aftar allt saman. Og ef við sjáum þannig það sem að músin er núna, það eru svona fótstig til þess að halda ökumannunum svona fyrir miðjum sleðanum. All right. Í fjallasleðanum þá er all the rage að komast ökumannunum eins framarlega og hægt er. Og það er eftir með lappirnar bara alveg hérna? Það er með lappirnar þarna í gegn. En í snowcrossi þá viltu vera aðeins miðsvæðis á sleðanum til þess að stjórna honum betur í loftinu og í beygjum. Já. Þetta er rosalega flott system, sko. Já. Þú getur séð hérna skoða hérna aðra mynd af búnaðinum. Finnum nærmynd af fjörunni. Sjáðu, þarna þetta er svo pro, sjáðu, nú þarf ég að íta hérna fullscreen, sko. Þannig að sjáðu þetta, en það er hægt að skoða þetta. Hérna sjáðu þið hérna að framan hvernig þetta er. Þetta er allt svo öflugt. Og hérna kemur demparinn, sko. Algjörlega. Og hérna beigirum með þessu stöng hérna. Þetta er mjög spennandi útlistin hjá okkur á þessu. Þetta er mjög spennandi þetta lýsingar. En eins og það eru 6 svona 2020 skítuar sem voru fluttir inn fyrir þennan vetur og gífurlega gaman að sjá alla sleðina sem komu. Ég held að það hafi verið samtals 9 snowcrossleðar sem komu fyrir þennan vetur. Og hefur ekki verið svona mikil aukning í nýjum sleðum síðan 2007-08 þarna undir lok gullaldarinnar. Já. En sko gullaldarsleðarnir voru náttúrulega bara allt öðruvísi, sko. Já, þeir voru pínu sýningu mynda svoleiðis. Þetta er búið að breytast pínu gegnum árin. Heldur betur, við. Núna er þetta að segja einhvers þar. Þarna. Opnum þessa myndina. Svona og svona. Sjáðu, þetta eru svona sleðar eins og voru ekki 2007 eða eitthvað. Þetta er svona svokallaður reppi. Já, 2005, 6, 7. Já, þessi kemur þannig 2004 og er til 7 ef manni. Já, og þetta er sko hérna gamla útgáfan basically, já, sleðin sem voru sko áðan. Já. Er náttúrulega sama dæmið, bara eldri, sko. Já, þetta er í rauninni þetta er langa afi sleðana sem við vorum að horfa á rétt áðan. Já, og sjáðu hvað þessi stuttur.
Þessi stuttur, þessi einungis 121 tóma. Já. Meðan hinn 137 á lengd. Já, þannig að þetta, af hverju það lengjast svona? Það bara staðreynd að það mikið betra að hafa lengri? Sko, í snókrossi í dag þá snýst þetta rosa mikið hóluskotið. Hver fyrstur inn í út úr fyrstu beygju. Okay. Og það bara svoleiðis að lengra belti trakkar meira. Já. Og þú fær hraðar af stað og kemst fyrr inn í beygjuna. Svo eru þeir að gera alls konar fjöðrunar uppsetningar til þess að þetta sé ekki að hamla þeim í brautinni. Sumir segjast finna mun á því að fara yfir vúpsa á lengri sleða, hann fer ekki jafn mikið ofan í. Okay. En svo er það bara þannig að lengri sleði hann styrðar í beygjum. Það bara staðreynd. Já, og það ekki að hamla þeim neitt, eða þú veist? Nei, í rauninni ekki. Það eins og ég átti þennan 2020 skítu þarna og hann beygir bara eins og enginn sem morgundagurinn. Aftur aðeins að þessum sleða? Aftur aðeins að þessum. Hérna, búkarn til dæmis og þetta dót, og skúffan í sleðanum, svo veist, eins og ég sagði ykkur áðan, þá þetta hérna búkinn og þetta meðallinn hérna og hérna skúffan. Þetta ekki allt miklu sterkara? Jú. Þarf þetta ekki alltaf að vera miklu sterkara? Verður þetta ekki bara svo tyggjó ef þetta er eitthvað? Jú, mér þetta gaman að sjá stokksleða mæta hérna í brautina og endast heilt hít undir alveg ökumanni. Já. Bara svona ef við segjum þetta á íslensku. Hvað eru stóra vélar í þessu? Þetta eru mestuleyti 600 sleðar. Okay. Það eru svona staðlaði mótor í UTR 600 mótor. Já. Sumir eru búnir að setja 800 mótora og alls konar, en það eru yfirleitt í eldri sleðana. Ok, en svo nú man ég eftir í gamla daga, þú veist gamla daga, maður er náttúrulega að vera ellegar. Hérna, gullaldar árunum eins og það kallað, þá voru með mikið þú veist, eins og í Pro Open, þá voru allir á einhverjum ægilegum skrímslum. 800 mótar eitthvað. Yes. Og enginn í því núna nema hvað stinni eða? Jú, það eru sko báðir 9 Polaris-sleðarnir, bæði Einar Gunnlaugsson og Kristó Daniels. Okay. Þeir eru báðir orðin það sem að kallast mod. Alright. Þá eru komin með H-Thubber-head og Twin Pipes og eru gífurlega light í þeim. Og þeim að ganga betur með það? Sko, Er þetta ekki taka meira aðdreifum? Þetta að taka meira út fyrir sem ökumaður og svo hefur það bara sýnt sig að sérstaklega með þessa skíta að þeir eru svo ægilega tjúnaðir út úr verksmiðju að það erfitt að tjúna þetta meira. Já, þú meinar? Það bara svoleiðis að það sem heitir stokk 600 sleði í dag, það eiginlega 600 mod. Þetta eru sleðar sem að keyra á 118 plus bensíni og eru komin með beina innspýtingu og alls konar búnað sem að gera það verkum að þú ert í rauninni ekkert að tjúna þetta mikið meira. Nei, mitt. Það er náttúrulega að koma beina innspýting, þá ertu náttúrulega að stilla allt í allar áttir ef þú ert að breyta einhverju. Það reyndar, snókrosleðarnir eru það góður að þú getur það. Við tókum báða Amsol-skítana og möppuðum það upp á nýtt. Okay. Í vetur og þannig að það er hægt að breyta þessu. Þetta er svo sem ekki eins og í gamla daga þar sem þú skiptir bara jetta milli híta en Nei, ég mitt náði því sko. Ég náttúrulega var að skrúa með nú svona hetjusaga sko. Nú komir hetjusaga, haldið ykkur fast. Hérna, ég var sérst með Baldvini Gunnars í gamla daga að sleiðast og hjólast eitthvað og svo var ég náttúrulega mikið kringum þetta og hérna þá mitt sýnda með þetta að þetta bókstaflega að lesa kertin í hverjum einustu aðstöðum sem þú varst að keyra. Algjörlega. Og svo var ég með þarna Gauta Möller og þeim félögum í Cobalt Racing Team hérna einu sinni 2006 eitthvað hlutis 5-6, ég man ekki ruglu svolítið saman og þá var þetta bara aðalmáli sko. Sleðarnir voru prófaðar á mótnana, það dettað og prófaðar og dettaðir og þú veist endalaust að detta. Er þetta bara núna þannig að þeir bara rífi í gang og keyra það? Það bara hlutis. Vá, þægilegt maður. Ég reynda geggjað og eigða minnu, hvað að fara með 100? Já, ég nú ekki búinn að mæla það sko en þeir eigða ekki jafn miklu sko. Nei. Og áreiska, sem við töluðum um á hann, erum við að tala um að það er hvað, 1200 kall lítrinn af bensininu?
Sko, margir eru að keyra á flugvélabensinni sem umtalsveit ódýrara. Það einhver rúm 300 kallar ef maður rétt. Já, ok. Kemur inn bara í 200 lítra tunnum, þannig að það pínu fjárfesting. Mitt. Þeir eru ekki lengi að brenna því, Ó nei, fer með svona 2 tunnur á vetri eða svo. Já, akkurat 400 lítra. Já, ekki nema. Sjá hvað fljótur að reikna. Sæll. Þetta er allavega svakalig tæki og eins og með reimarnar, eru þeir eitthvað að grilla reimar orðið? Já. Eru þeir að því? Þeir eru að því, sko. Af hverju? Er það bara átökum? Það er bara ekki framleitt nógu sterk reim til þess að endast. Og eru verið að skipta, þú veist, einu svona dag kannski í snjókrossi? Nei, menn eru meira bara að skipta þegar hún fer. Já, og svo bara greið þú ef hún fer í keppni. Já, akkurat. Klárlega eru einhverjir að skipta áður en hún fer bara til þess að hafa nýja. Já, akkurat. En það er ekki að tilkera þar og svona, eins og var alltaf gert einu sinni? Jú. Það er betra. En vandamáli bara það, ef ég manni þá kostar stykkið að reim 40.000, þannig að þetta er... Kostar hún 40.000? Kostar 40.000, þannig að þú ert ekki að liggja með mikinn lager svona... Nei. Mánaðarlaunin farin í nokkra reimar. Algjörlega. Þannig að, en svo eru það eru nokkri gamlislegar hérna. Já. Eru þeir ekki samkeppnishæfir við nýjuslegan eða? Er það mikill munur? Sko, í fyrra þá keppti Bjarki á 2005 ref. Í fyrra? Ó, bara einn sleð og ég var að sýna ykkur hérna? Bara nákvæmlega einn sleð og vorum við hérna på skánum á hann. Minn góður. Og hann vann okkur alla. Ok. Sama hvað, já það voru reyndar ekki komin í þeir sleðar sem eru komin í núna, en... Hann var sérst á svona sleða? Hann var nákvæmlega svona sleða, 2005 árgerð. Vá, maður. Og hann vann. Við erum að tala um það. Segir okkur bara hversu góður hann er. Hann var á 15 árum eldri sleð en þið? Yes. Það er ekkert annað. 15 árum eldri sleða, allavega, þú veist, það er samt sko, ég meina ef að maður myndi mæta hérna á 72 Amazon skilur, þá myndi hann örugglega ekki vinna sko. Nei. Þú veist, þetta er alveg orðið þannig tæki að það er alveg hægt að keyra snjókrosshjól sko. Já. En auðvitað, það er örugglega miklu þægilegra að keyra hina sleða. Ég myndi segja allt, 2004-05 og yngra. Já. Það er orðið nokkuð samkeppnishæft. Það er orðið nothæft. Svona þang til þú kemur í Pro Open sko. Já. Algjörlega. Þeir eru eitthvað farnir að týna sér til. Þið með endilega, ef þið viljið vita eitthvað ákveðið eða einhverja spurningar, endilega hendið þið bara inn á tjattið á streaminu og við reynum að svara því. Já. Það er bara gaman að því sko. Við erum að fara í heat nummer 2. Heat nummer 2 í sportflokk. Já. Úlinga á sportflokk og það er einn keppandi í sport. Nei, einn í úlinga. Fyrirgefðu, akkurat ekki þannig. Nei. Það eru 44 í sport og það er allavega mjög margir í sportinu. Þannig að sjá að þeir eru að keyra í hringi til þess að hitta sleðan upp. Það munar gífurlega á svona tvíkingisleða. Eru þið með eitthvað svona startbúnað eða þannig, þú veist? Já. Þú veit, þeir eru með, nýri sleðarnir eru með takka til þess að svona pípuhittarar svo kallum. Ok. Glóð hittna pústið í sleðanum og hann verður ægilega sprækur. Svo eru nýju skítugarnir, ég held að það séu bara skítugarnir. Þeir eru komin með svona hólshot búnað í búkan, líkt og ef einhverjir hafa séð svolítið búnað á mótorhjólum. Nú, eitthvað sem heldur þessu saman? Já, þá strappa þeir fjöðrunina niður til þess að halda honum niðri í startinu. Já. Halda sleðan niður til þess að hann prjóni ekki og missi hraða. Og það er að virka? Það moldvirkar. Alright. Og ég held að ég sé ekki að fara með rangt mál hérna en mér langar að segja að öll hólshot í vetur hafa verið unnin á 2020 skítu. Öll hólshot í öllum keppnum sem búin að vera. Pældi þessu maður. Það þarf að trekkja þetta saman á línunni bara og svo losnar þetta bara þannig að keyra á stað. Já, við sjáum kannski, ég veit ekki hvort ég náum að spotta Axel gera þetta. Ég sá hann allan að gera þetta. Hann er þarna, kemur þarna kerandi, þetta er Axel Darri Þórðarsson, kemur kerandi þarna á fyrstu línuna. Og það er spurning. Spurning og sal. Það er spurning og sal, ég ætti nú ekki að séð það hérna. Er Andrés, nei, veitum við? Konkurinn sem meistari skrifar Ívar Örn hérna.
Jóngir, er hægt að fá að sjá eitthvað af sportmönnum? Það er náttúrulega að fara í gang núna. Það er sport. Svo spurningum sem tala prósport sem voru að keyra áðan með Pro Open. Við reynum svona að sýna frá þessu til skiptis. Það er pínu erfitt að fylgjast með þessu eftir því sem að líður á hítið því að þetta er allt komið í rugl. Það er allt komið í rugl. Þarna getið þið séð að Elli er að hoppa á sleðanum hans Axels. Þeir eru að setja hólsóttbúnaðinn í. Þarna er akkurat af því, ég er rétt náða að skipta yfir á það. Já, ít honum niður, læsa búkanum saman. Það er þessi guli þarna svarti. Já. Og þarna er búið að strappa hann í jörðina og gaman að sjá þetta. Þetta eru þannig að myndir með 3 fyrstu í síðasta íti og þeir eru bara að hjálpa hver öðrum á ráslínu og þannig að það er engin óvinnur. Ekki fyrir en að flaggið er farið upp. Þá eru allt vont. Hvernig er ferðið í dag heldurðu? Hver er að vera Íslandsmeistari í þessum lokum? Sko, Bjarki Jóhanns er komin langleiðina, hann er komin aðra höndina skulum við segja á Íslandsmeistaratitilinn. Okay. Ég er nú ekki búinn að reikna stigin en ég held að það verði mjög erfitt fyrir hann að klúðra þessu ef hann klárar það í dag. Axel Darri og Elvar Köttler eru í harðri baráttu annað og 3. sætið. Okay. Gaman að segja frá því að það er ekki bara Íslandsmeistaratitil í húfi, það er líka hárið á þeim. Eru þið búin að... Það er veðmál í gangi. Ok, lát heyra. Milli Axelsar og Ella. Sem eru þarna hlið við hlið. Sem eru þarna hlið við hlið. Að sá sem er á undan hinum, eða sá sem er á eftir hinum í Íslandsmeistaramótinu, hann þarf að raka af sér hárið. Nei. Elli ofan á höfðinu og Axel Þetta er að fara á stað. Þetta er á stað. Svo setur hann flaggið niður, hann er núna bara að tjekka hvort þessi klárir. Svo setur hann flaggið niður í jörðina og leiður það fyrir upp, þá er rest. Núna! Já. Og það er Elli. Það er Elli. Ég hef átt að tala betur um að skýta á hann. Já, það var einhver gamall IQ maður sem stakk af þetta. Sem stakk af, já, gamall 2016. Já, 16, er þetta gamlisliðið þing kannski? Nei, þetta er stundast hérna. Já, ok. En þannig að Elvar Örn Jóhannsson í fyrsta sæti. Fyrstur út úr þessu og Bjarki Jóhanns kemur þarna í öðru og Axel í 3. Yes. Og býtum við, sjáum við Axel. Þarna, já, þetta er hérna Bjarki. Þannig Bjarki að pressa á Ella í fyrsta sæti. Strax bara fyrsta ring, gaman að sjá. Og hvort hann kemur hann? Já, þarna kemur Axel í mynd 3. sæti, þannig að þeir eru alls ekki langt frá hver öðrum. Sjáum við baráttuna. Hann fyrir utanverð þarna. Nær gífurlega hratt í gegnum beyguna, fyrir það að bremsa aðeins til að klessa ekki á Ella á pallinum. Þá bara að reyna aftur í næstu beygju. Já, sjáu þetta, það er ekki verið að láta hann hafa það maður. Nær þarna næstu innan á hann. En svo sjáu að fyrir Bjarki virðist vera aðeins hraðar inn í beygjuna heldur en... Já. Og sjáu þarna, sástu hvað hann geinaði þarna, alveg bara... Elli, hann stökk ekki pallin en Bjarki fór miklu hraðar, hann bara fór alveg upp á hann við þetta. Svo kemur Bjarki þarna utan á hann aftur, spurning hvort hann nái, nei. Elli hefur aflið í að toga sig út úr beyginu. Þetta er kannski eftir að Bjarki er alltaf að setja hausinn niður. Þá er hann að reyna að fá ekki allt rústið í andlitið. Þetta er komið fram úr, en hann fyrir utan vörðu þannig að hann gæti tappa þessu aftur. Það er spurning hvort Elli nær að halda. Nei, hann er ekki. Vel gert. Bjarki að láta þetta virka virkilega flottur aftur hjá honum. Hann var að fara helmingi lengri leið svona sko. Já, þetta er að lengra fara ytri hringinn en spurning hvort hann hafi séð það að hún var aðeins. Sér að nú var Elli bara, hann er bara sestur bara. Byrju við. Elli hvergi hættur. En þið sjáu þarna, já leið og Bjarki kemst fram úr honum og þá er hann er svona pínu stunginn af. Já. Það er pínu Bjarkafílingur í þessu. Já, það var hans að trufla hann hérna að fá allan snjóinn fram á þessu. Já, klálega sko. Og bara leið og það er enginn fyrir fram að þá getur þú keyrt þína línu og keyrt miklu hraðar. Nei og að skipta á kameru 2, sjá hvað er að gerast þar. Hann er baráttan fullt af sætum. Já, það er baráttan fullt af sætum. Baráttan fullt af sætum, hann að sjáu það eru 1 eða 2 keppinir í brautinni. Já.
Þarna að fara í innri beyguna Kjartan Hjartarson og ytri hringinn var þetta Tómas Orri og eftir þeim Birgir Ingva og Skítu. Þeir koma þarna 3 yfir stökkpallinn. Gífurlega gaman að fá nýja inn í sportið. Þetta eru, þetta er með fyrstu keppnum hjá þeim. Fyrsta keppnum hjá Birgir sem er þarna aftastur á skjánum. Þarna yfir pallinn kemur Elvar Örn Axelsson sem var í 4. sæti síðast. Mér sýnist að hann sé nú ekki lengur í því sæti. Spurning hvar Axel er. Tjekka á tímatökunni, hvað er að gerast þar? Já. Þarna er einhver að taka fram úr. Þarna er Axel að taka fram úr Ella. Þetta er baráttunum 1. og 2. sæti. Vel gert. Þetta var, þarna náði Axel innan á. Þetta er hvergi búið. Eins og við sáum á hjá Bjarka þá er ytri hringurinn alls ekkert hægari en Axel virðist þá að náða að láta þetta virka. Nær þarna fram úr honum og inn í hring. Það er spurning hvort að Elli sé eitthvað farin að vera hræddur hárið sitt. Það gæti verið. Ég er náttúrulega, Axel er náttúrulega miklu að tapa, hann er náttúrulega með orðið hárið á bak sko. Hann er með ægilegt skegg. Þetta snerist bara skeggið á honum. Nú var þetta bara skeggið? Þetta er bara skeggið hjá Axel sko, en hárið hjá Ella. Ef mér skjáttlast ekki þá er Guðmundur Hreiðar í 4. sæti. Guðmundur Hreiðar í 4. sæti. Við erum að taka púla upp tímatökubúnaðinn. Þarna er Bjarki Jóhanns kominn í að hringa enn aftur. Hann er að ná þarna Ásgeir í beinni. Sem að hann er að keyra bara flott Ásgeir og svo við tælum um Bjarka. Bjarki virðist vera búinn að ná að hringa hér nokkra menn. Gert það af gífurlegri snilld. Já, Bjarki er fyrstur. Elvar annar segir hann og Axel 3. Ég hafði ekki búið fyrst. Það er ekki upp á það. En svo er það Elvar annar og Halldór er í 3. sæti, já, ok. Viðar Freyr í 3. og Viðar í 5. og Tryggvisteinn í 7. Já, hann er Ásgeir, Elvar, Tómas, Birgir, Einar, Kjartan, Ívan, Kristófer og Þórhallur. Ásbjörn síðastur. Já, Ásbjörn er væntanlega dottinn út. Já, hann er dottinn út, já. Sleginn að spila það náðan. Það er rétt. En þannig sáum við Bjarka stökka fram úr einum í loftinu, þetta var Birgir Ingva. Svo tekur, þetta er Axel, Axel er fyrir miðum skjá, hann er að hringa Ásgeir sem að Bjarki var að hringa rétt aðan. Axel er í öðru sæti ennþá og virðist vera búinn að stinga Ella Köttler dálítið af. Við finnum hvort að Ella hefði orðið eitthvað þreyttur þarna á því að reyna að verjast Bjarka fyrstu 2 hringina. Hann er bara búinn að setjast, hann situr bara. Já, hann virðist vera alveg búinn að stýri sitt hérna á cruise-kontróli bara. Já. En við sjáum núna Bjarka hérna. Hann er Bjarki í 1. sæti. Þetta er svona, nafnarnir eru svolítið að keyra þetta hérna sko. Já. Þetta er spurning hvort þetta sé í nafninu. Þetta er nafnið. Þannig að ef þú heitir Bjarki þá mæli ég með. Já, þetta var síðasti hringur. Nei, þetta var hvítt flagg. Núna var Bjarki að byrja síðasta hring. Bjarki Jóhanns að byrja síðasta hring. Spurning hvort hann næri ekki að halda þessu út. Það er allan að ferðin á honum. Gífur og hóttur aftur í honum í dag. Eða búinn að vera. Þessi sjáu sko hvað hann geinar á leiðin þetta niður eftir. Tryggvasteinn sem var hann var í 7. sæti. Þannig að spurning hvort að Bjarki nái að hringa 5. sæti eða svo ef hann nær fram úr þarna 2 fyrir síðasta pallinn. Þetta eru þeir Elvar Örn Axelsson og Viðar Freyr sem hann er þarna að þvælast fyrir þeim eitthvað. Sem að þvælast fyrir honum hana. En sjáu sko hann var hann tæpur. Já. Raskatið þarna aðeins út í loftið. Jú, hann nær fram úr. Og þá er það síðasta stökkið í þessu. Það er þannig Bjarki sigrar þetta. Gífurlegur flottur akstur. Axel er hérna alls ekki langt á eftir. Hann er að koma inn í síðustu beygju þarna. Við erum myndaðilinn okkar eitthvað autotune. Myndaðilinn okkar autotune. En það er Axel sem er annar og
Axel kemur yfir endarstökkpallinn núna. Yes, þarna. Og svo Elvar Örn, hann er bara með krúskontur á þarna einhvers staðar neðar í brautinni. Já, hann er þarna sér. Hann er búinn að ákveða bara að þetta sé búið. Það er þannig sko. Spennum að það þurfi ekki að fara að spýta í. Það er þarna myndaðalega náttúr. Allavega þeir koma inn í Halaru, en þetta virkar sér svoleiðis að þó svo þessi búið að hringa þig, að þá þarft þú ekki að klára jafnmargar hringi og Bjarki keyrið, af því að þeir keyra í þennan x tíma pluss 1 hring. Þannig að bara þegar þú sérð hvítt flagg, þá þarft þú bara að klára þann hring og svo hættirðu. Þannig að þú veist, ef þú ert 5 hringjum eftir þá ætti ekki að vera einn hérna að keyra 5 hringi fyrir alla áhorfendur. Algjörlega ekki sko. Nei, það væri pínuleitt sko. Pínuleitt, þannig að þetta er svona. Þarna var kom síðast yfir endarstökkspallinn. Og við hefum getað skellt á hérna glæru fyrir ykkur, sýndi ykkur hvernig þetta fór. Þetta var bara nákvæmlega eins og fyrsta hítið. Já, allan fyrstu 3. Já. Bara leit vel út til þeim. Leit gífurlega vel út til þeim. Flottur aftur eftir áhunum. Það var allavega engin áfull. Það er nú reynda að verða að opna húttátt á einhverjum. Já, þetta er Elvar Örn Jóhannsson sem var í 3. sæti. Hann er búinn að opna húttið á sleðanum að stinna. Spurning hvort það hafi eitthvað verið að sleðin hafi eitthvað verið að hamlunum, þess vegna var hann að keyra svona hægt þannig að síðustu hringina. Já, það hefur verið að taka hún í kertin. Það er eins og eitthvað sagði, það er örugglega bilaður í honum Kambo. Já, hann reyndar ekki Kambo til þessum. Hefur enginn keypt á fjórgengisleða? Jú, 2007-08 eitthvað svoleiðis, þá keypti Gunni Hákonar á Yamaha Nitro. Það er rétt. Alveg ægilegum háaða. Já, hann hérna, þannig að við séum með á nótónu, þá eru þetta allt saman tvígengisleðar og þá eru þetta fjórgengisleðar, alveg allt önnur uppsetning á vél. Hann keypti á þeim sleða á þessum tíma og veistu hvað? Ég pröfaði hann. Já. Ég pröfaði hann á Mývatnsmótinu sinni. Ég manna bara núna þegar við erum að tala um þetta. Og hvernig var hann? Ég var næstum því búinn að fara á hausinn á hann. Já. Hann var þannig að hann var alveg ofsalega kraftmikill og þetta þarf að gerast með lýsingu sko. Jú. Og það var mjög kraftmikill með alla hina sleðana. Ég var að keppa þarna á 440 skító. Alveg sleða á Baldunara og þeir félagar, það var mikið á sami sleðum þarna. Og ég gef í alveg á fullu og svo slæ ég svona af og þá fer ég næstu bara á trínið á mér. Já. Hann var svo furðulegur þessi sleði. Hann var alveg ótrúlegur einhvern veginn og þetta var alveg annarlega. Hver var það aftur sem fór út úr beygju á honum? Ég geti hlustað á þetta í færibandspjallinu. Já, töluðu þeir þetta í þættinum? Já, þeir töluðu þetta. Þetta er alltaf rifast upp fyrir mér sko. Herru, við erum komið með stöðu, það er komin með stöðu. Það er stöðufærsla. Fyrsta sæti Bjarki Jóhannsson. Það er þetta eins og aðan, Axel Dar í öðru sæti og Elvar Örn Jóhannsson í 3. Svo er þarna Halldór Geir Hafþórsson náði 4. sætinu í þessu híti og Elvar Örn Axelsson sem var í 4. í síðasta híti náði keyra sig upp í 5. sæti. Flottur ástur hjá þeim. Þetta er bara helviti gott hjá þeim. Helviti gott hjá þeim. Þeir eru eitthvað að týna sig þarna á línuna Pro Open og Pro Sport sem var eins og við sögðum. Er þeim alltaf raðað aftur eins og í fyrsta hitinu? Er það bara alltaf tímatökurnar eða uppfærist það er alltaf tímatökurnar sem að gilda. Já, ok. Þannig að þú veist, ef þú fórst eitthvað glorious ring en ert ekkert bestur endilega, þá ertu bara alltaf fyrstur á línu? Yes. Ok. Eða það er fyrsta valmöguleika á línu. Já. Og þetta er gífurlega herkænska að velja sér stað á línu. Já. Núna eru þeir þarna að spenna þetta eitthvað saman. Já, þarna stendur þetta er eitthvað komið upp í er eitthvað að þurrka á þarna, byrju við, sjáum hvað þið sjáum eitthvað. Nei, við sjáum ekki neitt. En allavega, það er að sama áðan. Þeir stóðu þarna upp á áðanmast þarna. Já, það er mikil ást í loftinu. Já, elskumst áður við höttumst. Já. Hver heldur að vinna núna? Bjarki? Það eru leiðilega mikil líkur á því. Það er ekki nema einhver. Kannski var hann kerti og
kannski fyrir kerti á Bjarka eða reyn annað eins hefur nú gerst, það getur nefnilega allt gerst. En já, fyrir það sem ekki vita þá eru þessi sleðar keyrðir áfram af reym og ef það fer snjór á reymina þá virkar sá búnaður ákaflega illa. En það er þarna verið að gera sig klára, þeir eru allir komin í gang, ræsirinn bendir á alla spurningar séu klárir, flaggi komið niður. Bingo! Hænsna bingo náða tildikið. Það sýnist mér vera Beggi það er Beggi Friðbjörn sem er fyrstur út úr fyrstu beygju. Eftir honum kemur Hákon Birkir. Yes! Svo er þarna Ívar og Bjarki. Þetta er ægileg kaka á þeim. Sjáu þetta maður. Förum aðeins aftar hérna. Að þið sjáu eitthvað hvað er að gera. Það er vel alveg ótrúlegt. Það er lýgilegt. Þetta er ægileg kaka. En þarna er fyrstur Bergsveinn Ingvar Friðbjörnsson. Númer 610, eftir honum kemur Ívar Halldórsson og svo Bjarki Sigurðsson. Herðu, sjáðu. Þannig að ferðin á þeim uppbyttið maður. Bjarki er reyndar á ljótuferðinni. Sjáðu það, Bjarka hann fyrir innanverðu. Hann verður innanverðu og virðist vera að ná fram úr. Báðum í, nei hann er ekki ennþá komin undan. Hann er ekki Begga í þessari umferð. Þetta er ekki gott sko. Þarna var hann heppinn að halda sig á sleðanum. Hann nær samt að skjóta sig inn fyrir hann. Þetta var rosalegt move. Hann tekur outside inside á Begga og jarðar hann í þessari beygju. Fór bara miklu hraðar inn í beygjuna heldur en hinnir. Þarna kom reynslan sterk inn. Yes. Gífurlóttur akstur. Ívar Már kemur hann fram á Begga líka, nær honum í vúpsónum. Begga hefur eitthvað fatast flugið. Mér sýnist Ívar vera eitthvað búinn að brýna vígtennurnar í milli híta. Sástu Bjarka þetta maður? Jæja. Ekki það, þetta var örugglega mjög yfirvegað og ákveðið fyrirfram. Þetta leit mjög tæpt út en ég hugsa hann hafi verið með þetta allt under control. Já, þetta getur ekki verið heppni sko. Nei, hann getur ekki verið heppni svona oft. Sko, sástu það að þurrka hann að gleru á honum? Já. Er það með svona tear-off eða þannig? Ég ekki viss. Þetta er allan allt svona eins og þetta sé eitthvað planað. Já. Við fyrir hérna aðeins aftar í flóruna. Það er nefnilega oft þannig að eina pásan sem þú færði í svona snowcross-keppni, það er akkurat í loftinu. Já, meinar. Það er eini staðurinn sem hann er aðeins að slaka á. Hljómar kannski pínu furðulega. En þarna er Hákon Birkir og Einar Sigurðsson. Þeir voru fyrsti og þriðji í fyrsta hitinu. Þetta er Kristinn Kjartansson og Guðmundur Hreiðar. Og svo eftir þeim kemur Ármann Örn. Þetta eru allt pro-sportkeyrarar. Einar Sigurðsson er kominn fram úr. Nei, Einar Sigurðsson er þarna elta upp í Begga Friðbjörns. Kristoffer Daniels er ekki hérna, hann var einmitt að senda mér brotið herðatré og skúffan í klessu. Herðu! Hvað er gerist? Þarna datt Beggi af sleðanum. Við náðum því nú ekki á mynd. Þeir sjáðu það ekki eins og myndtökum. Hann er eitthvað slappur. Hann liggur hérna í jörðinni, greikallinn hérna, sjáum við í hann. Sleðin stopp. Hann er sleðin, já. Svo aðeins meir til vinstri myndatökumæður þarna, já. Hérna er Beggi, hann hefur verið fengið eitthvað smá högg á sig. Já, vel. Elsku kallinn. En það þýðir þá að Einar Sigurðsson er komin upp í fyrsta sæti í Pro Sport. Hann var þarna í miklu baráttu við Begga áður en hann datt af. Leiðilegt að sjá. Þarna verðist Bjarki vera komið með þó nokkur á forystu. Sæli, sérðu forystuna maður? Þó nokkur á forystu á Ívar Má sem að verðist verið í öðru sæti. Já, Ívar annar, gott hjá honum. Við förum aðeins aftar hérna. Það var að Stinni og... Þarna er Stinni, hann er með smá krúskontról í gangi. Hann er Stinni og hann er Einar Gunnlaus að koma fram úr honum. Baldun er þriðið í núna. Ef við förum Pro-Open, þá var það Bjarki, Ívar og Baldun. Já. Stendur reyndar að Baldur sé einu hringu eftir en ég veit ekki hvort það sé rétt sko. Fyrsta sæti í Pro Sport er þá Einar Sigurðsson sem sagðan. Hákon Birkir er þá kominn í annað sæti eftir byltuna Begga og Ármann Örn 162 endur úr kóngurinn er í því þriðja. Hanna sá hann í mynd. Þið getið þekkt hann á því að hann er svo eini sem er hanakamp. Já, er hann hanakampurinn? Hann er hanakampurinn sko, það er Ármann.
Þarna er Beggi komin á stað aftur. Já. Það er búin að mista andan aðeins. Já. Hann er allavega komin á stað þarna. Fengi högg á kassan. Og smá egoið. En það er ekkert sem að jafna sig ekki. Hún sér eitt sopa egoið og drífa sér stað. Já, mikið rétt. Gaman að sjá þarna að Bjarki er að fara með hringal á fullu. Já. Hann var að taka fram úr þarna Einari Gunnlaugsinni og er fast á hælan á Guðmundi Hreiðari sem er í þetta er þá Pro Sport keirar en Bjarki í Pro Open, þannig þeir eru svo sem ekki að keppa en þeir eru bara að vera fyrir honum. Sáðu þið það? Svo ferðin á manninum inn í beginna. Ægileg ferð sem hann er inn í beginna. Þú veist Jesus Christ, sjáu þið hvernig hann beitir sig. Hann fer hann innan á hann, heldur honum teipum með pallinn og er farinn. Ég er ekki einu sem vissum að Guðmundur hafi tekið eftir því hann tók fram úr sér, hann gerði það svo hratt. Þetta er rosalegt. Þetta er eiginlega sko, ætli hann sé ekki jafn góður í þessu eins og ég er góður að borða mat. Hann er ekkert í mig þar sko. Nei, það er reyndar eitt sem ég víst er. Þetta er svakalegt. Eigum við að skipta yfir á myndal 2 hérna. Þarna sjáum við Einar Gunnlaugs, hann er svona fyrir miðju í Pro Sport. Gífurlega flottur kærir frá Vopnafirði. Er hann á Polla, sagði þú? Hann er á Polaris. Blár Polaris. Blár Polaris, hann er í 5. sæti. Hann er í 5. sæti. Og Stinni er einhverstaðar eftir honum. Kæra virkilega flott. Þarna kemur hann inn í þessa beygju, tekur outside og Ívar Már fer inside. Svo fyrir við hérna hvað aftar er þarna er öruglegan Axeldar eða ekki? Þarna er Baldvin Gunnars. Baldvin Gunnarsson fyrirgefðu. Hann er í 3. sæti í Pro Open. Bjarki er reyndar alls ekki langt frá því að hringa hann. Þetta virðist ekki alveg vera dagurinn hans Baldvins. Viltu fá aðra myndavél á þetta? Erum við að fylgjast núna með honum Baldvin? Þetta er Baldvin. Já, ok. Númer 85. Í 3. sæti í Pro Open. Flottur kærir, búinn að keyra bara mjög vel þetta season. Hann er ekki orðinn gamalmenni, en hann er eldri en hinnir. Hann er með þeim eldri. Já, hann er með þeim eldri í þessu. Já, algjörlega. Þarna voru að koma upp pallinn Hákon Birgir Gunnarsson og Ármann Örnþætti, þá vantilega slagurinn 2. og 3. sæti í Pro Sport. Já, þessir hérna. Nei, hann er Ívar Már. Fyrirgefðu. Þetta var einhverjum. Það verður að við erum ekki svolítið myndavélunum, þá getur við verið að beina það svona að tala um. Já. Allavega. Þarna er Einar Sigurðsson í mynd, hann er fyrstur í Pro Sport og var að taka fram úr þá Einar Gunnlaugs sem er 5. sæti, eða hringa Einar Gunnlaugs í 5. sæti í Pro Sport. Einar bara þarna kominn í smá cruise control. Við. Hver að koma? Þarna kemur niður brekkuna. Einar. Þetta er Þannig var Bjarki Sigurðsson að hringa Begga. Já, þetta er Beggi. Ég er ennþá að komast inn í lingóið sko. Já, Beggi með hvítnúmer á sleðanum, Hákonan með svartnúmer. Það er svona eiginlega eina leiðin til að þekkja á því sundur. Annars eru þeir á einu sleðu með einu skala. Ég var að leita. Sagði einhver í Axeldar Þetta var Einar yfir pallinn á Guðmundi. Sko. Svo er Bjarki þarna fyrstur. En staðan allavega eins og, ef mér skjátlast ekki, þá er Bjarki fyrstur í Pro Open, Ívar Már kemur fast á hæla hans og svo Baldvin Gunnarsson. Í 1. sæti í Pro Sport er Einar Sigurðsson. Ármann Örn virðist vera búinn að keyra sig upp í 2. sæti, hann hefur náð fram úr Hákoni Birki. En Hákon Birkir er svo í 3. sæti. Svo kemur Guðmundur Hreiðar og Einar Gunnlaugs. Ef við reynum að þessi tímana, Bjarki er á besta tíma í Pro Open, hann er 48.8. Já, hann er líka að keyra síðasta hring. Já, einmitt síðasti hringur. Þetta er, þarna hann er kannski aðeins fann að slaka á. Já. Og besti tími í Pro Sport, það er Einar, bróður hans. Hann er á 52.7. Já. Þannig að þetta er næstu alveg 4 sekúndum sko. En þetta er samt gífurlega sambærilegur tími og þeir voru að keyra í fyrsta híti. Já. Sem er gaman að sjá að menn séu ekki að ofkera sig, heldur reyna að halda sama pace í gegnum keppnina. Svona var Einar Gunnlaugsson fyrirgefið
Ég aðeins að rugla núna. Rugla sama karakterum. Já. En ekki Bjarki núna bara að demba sér yfir hann ætti að fá checkered flag, mikið rétt. Og hann að taka síðasta stökkpallinn, hann vinnur heat nr. 2, glæsilega gert hjá honum. Svo kemur þarna í mark Ármann Örn, hann virðist vera að læsa sig inn í annað sætið í Pro Sport. Ívar Már kemur yfir í öðru sæti í Pro Open. Hákon Birkir í þriðja sæti. Þarna kom Einar Sigurðsson, virðist hafa unnið þetta heat í Pro Sport. Bræðra sigur. Og svo kemur Beggi einhverjum hingum á eftir byltuna á hann. Nei, uppasí, vitlis myndaðlega það. Þarna koma þér síðustu menn. Þarna koma þér Einar Gunnlaugsson í þá væntanlega 5. sæti í Pro Sport. Ég sjá að þeir eru kannski ekki að taka allt. Jú. Herðu? Já, þetta var Baldvin, hann var bara að sína sig aðeins. Já, hann var bara að sína sig. En þá var þetta þannig, Bjarki, Ívar og Baldvin, Einar, Ármann og Hákon. Já, þetta er besti árangur held ég hjá Ármanni í heati, á þessu ári. Hann er aðeins að ná tökum á sleðanum og rifja upp gamla takta. Það er hér öðru sæti og gífurlega gaman að sjá. En þá er spurning hvort að við setjum bara á myndavél upp í pitt og leifum snjótróðarinn bara að vinna í brautinni. Og er núna verið að ná í hendurnar á sér aftur og í vettlíkuna? Já, það er akkurat það sem er að gerast. Menn eru þarna að tjögga barnamat og svona til að reyna að fá smá orku. Við erum komið með þetta á skjáinn. Þarna er þetta, MotorSnowcrossið. Það er fyrst þetta í sport, Pro Sport segi ég í þessu heati, öðru heati af þremur. Einar Sigurðsson í fyrsta, annar Ármann Örn Sigursteinsson, þriði Hákon Birkir Gunnarsson. Í Pro Open, Bjarki Sigurðsson fyrstur, Ívar Már Halldórsson annar og Baldvin Gunnarsson þriði. Þetta er alveg magnað. Þetta er alveg magnað. Þvílíkir menn. Og að geta kert þetta svona saman, þetta er örugglega að bæta svolítið á klakkan og gleraugunum. Það mætti segja með það. Flott hjá þeim. Núna er eitt heat eftir á báða flokka. Já. Og svo er bara verðlaun afhending. Mikið rétt. Þannig að við meðan að tróðararnir græja og gera og kannski kíkja á hana klippu, eitthvað sponsorklippu eða ekki bara svona. Það er tæknin svaðaleg hérna sko. Skipta hérna yfir á þetta hérna svona, já, þetta er svona. Og við setjum þetta bara á stað svona. Nei, þetta eru við hérna. Þetta eru við. Þetta eru þeir hérna.
eins og horfið til. Ég er bara að horfa hérna í Hvergiland.
Jæja, Valli. Jæja. Nú er þetta alveg að fara þetta í ganga aftur? Já, mikið rétt. Þeir eru bara að leggja lokahönd á braut. Býta aðeins. Nú ert að hafa hérna mækinn hérna niður. Herri, ég þarf kannski að hafa mækinn fyrir andlit. Já. Það er skemmtilegra. Já, þetta er alveg að fara í gang. Við vorum að dissa myndatökumurinn hérna og fyrir núna fáum við laglega skotin á tróðunum, sko. Sælir. Byrjum einhverstað, hver er þetta? Þetta er Pétur. Þetta er Pétur Birgis. Herra 711. Hann er alveg ótrúlegur, hvað hann er duglegur. Ótrúlegur maður og ótrúlegur hvað hann nennir að stúsast í þessu fyrir okkur. Alveg ótrúlegan áhuga á þessu. Hann er líka búinn að vera lengi, hann var í VFSA-dóttunni í Kanada. Jú, mikið rétt. Og hefur verið svona, já, hann hefur sennilega gert hvað flesta snjókrossbrautir svona á síðari árum. Já. Svo erum við annar tróðara. Annar tróðari, þetta er Kristóður Valsteinn. Hann fekk nýrri tróðara. Hann fekk nýrri tróðara. Þetta er reyndar... Býtu, var hann ekki kepping til í snjókrossi eða? Já, ég held að hann hafi tekið þátt einu sinni eða tvisvar. Já. Hann er búinn að keppa svona í hinn og þessu í gegnum tíðina, ekki líka? Já, það er á prófið allt. Já. Algjörlega. En það sem þeir eru að gera núna er að svona slétta brautina ekki aftur og laga stökkpalla og uppsakafla. Já, brautin grefst ægilega, sérstaklega svona þegar líður á keppninu þegar það er búið að spólina þeir í lausri. Þannig að þá næði snjórinn ekki að setjast. Þannig að þá grefst hún alveg ægilega. Þannig að þeir eru svona að gera hana aðeins ökuhæfari fyrir greið keppinurnar. Sem eru þarna. Það er eitthvað verið að ná í hendurnar í vettlingan aftur. Já, þarna sjáum við lengst til vinstri, þetta er Steinar Spjarka. Já, hann er þetta. Hann er þarna lengst til vinstri, svo er þetta Birgir Ingva og Ásbjörn og hver ætli þetta sé, Baldvin, eitthvað svo leys. Súma það niður, þarna sjáum við í Amsoil tjaldið, það er Beggi og Hákon. Allt í gangi þar. Allt að gera staðrendar. Allt að gerast þar. Svo er það mótorhjóldin. Já. Ég veit ekki hver er það, er þetta Siggi Katabúðum hérna með trailer? Já, það er eitthvað. Það er ekkert annað, kallið mættu bara. Já, svolítið flottur. Hann er nú engin smá nagli í sportunum þetta. Gamall ekki teigjustökkvari, heldur hérna fallífastökkvari. Já. Einn af þeim fyrstu sem var að mynda fallífastökk. Alveg magnaður maður. Og hann ætlar að byrja að flytja í mótul. Hann er fórsprækkin af því. Hann er uppið að því öllu. Og var náttúrulega hrikalega duglegur á þessum tíma að flytja inn allan klæðnað og allt sem þurfti fyrir snjókross. Jú, mikið og mikið af þessum vörum sem við erum að sjá í dag í sleða heiminum eru þökks í honum eða eitthvað sem hann hefur flutt inn. Já, hann var hérna með hvað heitir hann Halvarsson til dæmis. Og hérna SKR, nei hvað var það? Ég má gleyma þessu. Já. SKR held ég að veit ég, það var hérna einhver lína frá Halvarsson. Já, og upphafið á Tóp og því öllu ævintýri. Já. Það má svona óbeint rekja til hans. Já, mikill maður. En við sjáum við pitt. Þetta er gaman að sjá hvað þetta er flott umgjörðum þetta. Tjöld og fánar og lið og svona. Þetta er alltaf lifnað við og verður eins og þetta var. Það verður svolítið spennandi. Þetta er að vera mjög skemmtilegt. Hvað er búið að vera mikil aukning í þessu síðustu ár? Þið byrjuðu aftur, sko snjókrossið það datt út í einhver ára þegar? Jú, það datt út frá, ég held, mér skildast að síðasta keppni hafi verið 2010 eitthvað svoleiðis. En það var náttúrulega búið að vera í gífurlega lægð síðan 2008. Já. Þannig að 9 og 10 voru svona hálf lúin ár, skildist mér. Svo höldum við, Team 23 heldur keppni 2015 niður á hérna eiginlega bara niður í bæ, já hérna brennutúninu á Akureyri. Brennustæðinu á Akureyri. Mjög vel hefnu keppni og það svona sparkaði þess aðeins í gang. Svo árið eftir þá komu Egilsstaðamenn sterkir inn, heldur keppnir og svo komu inn í fyrra aftur á Mývatni. Mjög gaman að fá þá inn líka og þannig að þetta er búið að aukast svona þetta örugglega. Hann er að stigmagnast áhuginn fyrir þessu. Já, algjörlega sko. Maður sér það líka bara að sponsarnir færnir að birtast og það er alltaf að gerast. Já. En ég ætla að renni mitt yfir sponsarna hérna, það birtist orð á skjánum hérna, tæknimaðurinn Brynjólfur hérna. Það er Team 23 sem heldur þetta með KKA undir MSI. Og ferð á flugi, bauð okkur upp á bílinn sem við erum í, útsendingabílinn. Bónstöð Jonna stendur þétt við bakki á
á þessu öllu saman. Á Íslandsmótinu, öllu. Hann eitt svo besti að bóna hérna á Norðurlandi. Algjörlega. Einn af þeim bestu. Og svo það náttúrulega sjálfsögðu Motul sem að styrkir keppnisallið í heild sinni. Motul snjókrossið. Þetta magna. Síðasta keppnin í ár. 4. umferð. Það bara hannig. Þannig að þetta Þannig að nú í dag að döga að dreipast. Já, þeir eru búin að vera að því mennirni. Já, allavega að döga. Já. Núna kemur Tómas hérna askvaðandi, myndatökumaður. Hvað þetta að gera við þitt, Tómas minn? Míkrafónin, það kannski setna minn stíi. Nú, já. Herru, við skulum aðeins mjúta hérna í augnablik með hana. Við finnum út úr þessu. Já, þetta var allt í góðu leið. Það var bara rétt að tekka á mikrofónstatusnum. En þeir eru svona að leggja loka hönd á brautina. Og það var þetta að gera þetta á staður. Ég held að já. Þeir áttu að fara að tínast niður tínast í brautina keppendur í unglinga og sportflokki. Og varst ekki með neitt slúður ökumenn? Slúður? Það alls konar slúður. Eitthvað sem þolið dagspyrtuna? Það er spurning sko. Sjá, hérna nú fyrir hann að fletta í blöðum sko. Nú við erum með sko þéttskrifa blað bara hérna með slúðri? Já. Jæja. Það að láta það vaða? Já, það er svona helsta sko. Ég ritskoði þetta. Ritskoði þetta? Nei, ég er búinn að segja þetta flest. Já, ég glemdi að minnast það áðan að það er ekki bara sleðin sem að Bjarki er að keppa á sem er til sölu, heldur Amsol-sleðin að Begga líka til sölu. Ok. Sem hann datt af áðan, það er samt búið að fara að vera með hann. Já, ok. En hann er líka til sölu, þannig að ef það er einhverjum sem langar að koma inn í snowcross á næsta ári og breyta sig á þessu, hvort þessum það væri gaman að sjá svona sleði úlingaflokk til dæmis, keppa við hann Alex. Og það er enga reglur á sleðum í einu flokkum? Úlingaflokkur má ekki vera á stærri en 600. Nei, ok. En annars er þetta bara opið. Sko, segðu mér eitt, hver er munurinn á Pro Open og Pro Sport? Hér hjá okkur í dag? Já, eða bara yfir höfuð? Það er bara reynsla keppenda í rauninni, já. Ok. Þannig að í rauninni er engin munur á þeim í dag. Þetta er allt samkeppnishæfir menn. Ok. Þannig að þetta fer bara eftir í hvort þú skráir því Pro Sport eða Pro Open. Gæti Bjarki skráir því Pro Sport eða? Ég efast hann fengi það í gegn, því miður. En til dæmis eins og Kristinn sem er í Pro Sport núna. Já. Að hann keppti í Pro Open í 1-2 ár og farið sér svo niður bara til að gera skemmtilegri keppni fyrir sjálf á sig. Já, þetta. Þannig að þetta snýst í rauninni bara það er alltaf miklu skemmtilega að geta monta sig að því að hafa unnið Pro Open heldur en Pro Sport. Já, það er alveg þannig. Ég get til dæmis montað með því að ég var til Íslandsmeistara í Pro Open á síðasta ári. Já, það er svoleiðis. Það er svoleiðis sko. Hvað voruð þið margir í floknum? Við vorum 5. Já, þið voru 5? Já, ok. Þannig að ég þessi hérna sko. Þú settir á vitlausum mynd. Nei, Brynjólfur. Þessi hérna sko. Ég var þriðji í Pro Open sko og ég get lifað á því djöfull lengi. Ég efast ég hefði mikið roð í margaðir þarna í Pro Sport í dag. Já, það er þannig. Þetta eru svaða keirarar og væri gaman að sjá þá í Pro Open á næsta ári. Já, eins og núna er engin reglum það sko að þú veist núna þeir sem finna 3. sætin í eða allavega sigurvegarinn þurfi að fara upp með flokka? Nei. En það er engin reglum það? Það er engin reglum það.
en Dagbjartur sem var Íslandsmeistari í Pro Sport í fyrra, hann færði þessu upp í Pro Open þetta season og hann sé ekki með okkur í dag. En hann keyrði fyrstu 3 keppnirnar í Pro Open. Og ég reikna fastlega með að allavega Einar og mögulega Beggi og Hákon kom upp í Pro Open næsta season. Yes, já, það væri óskandi. Það væri bara mjög gaman. Það væri mjög gaman. Fá fleiri í Pro Open líka sko. Algjörlega. Þannig sjáum við byrjenda og sportflokk vera að gera fyrir klára línu. Þetta byrði eftir hann að hætta hræri myndavilni. Hann var með helviti gott skott það, hann var bara slætinni hérna eitthvað til greinu ykkur. En já, hvað séu við erum með hérna línuna? Þetta er síðasta hít í sport og byrjendaflokk sem er að fara í gang hérna. Þeir eru að raða mönnum á línu og... Veistu hver erum að horfa á þarna? Þarna kemur Viðargeir keyrandi og þetta var Tryggvi Steinn að taka af stað á Leon C. Gífurlega fallegu vesli, Ásgeir Björn ykkur þarna og þetta er Elvar Örn Jóhannsson sem var í 5. sæti í síðasta híti, fór þarna af stað. Svo er þarna með margar speyringinga. Þetta er Birgir Ingvarsson. Það er flottu sleði, það er svona litríkur. Já, þetta er 2008. Þetta er 2008 sleði? 2008. Er þetta að fá fyrsta boddið að þessu eða? Já, þetta er fyrsta boddið eftir að reppinn hætti. Þá kom þessi sleðar. Yes. Pannaðar niður þetta, þeir eru eitthvað búinir að... Já, þetta getur pínu áhugavert fyrir fólk sem ekki veit, en Elli Köttler sem var í 3. sæti áðan, hann virðist vera komin á sleðan sinn aftur, sem er hvítur IQ, hann var á rauðum IQ áðan. Þannig að þetta ekki ruglast þó að ég sé að tala einhvern gæja á hvítum sleða sem var á rauðum sleða áðan. Ekki ruglast þó ég sé að ruglast? Já, því ég er ekki ruglast. Nei. Þetta er spennandi. Þetta er mikið flóra af vélsleðum þarna. Já. Þannig að lengst til hægri er Articat. Articat 2000 og þetta er sleðan að Stabba. Hver á hann að sleða? Það er Dagbjartur. Dagbjartur á hann að sleða? Dagbjartur á hann að sleða sem var að keppa í Pro Open í sumar. Þeir eru að fara á stað? Já. Það er verið að taka stöðun á þeim hérna. Eigum að vera í close-up í startinu eða? Flaggi komið niður. Þetta var djúðnáttið á hljómsvart. Nei, aðverðist það var sloppið. Þannig er Axel fyrstur í beyguna. Fyrstur, Bjarki annar. Þetta er aðeins utan í hann jafnar sig. Axel, Bjarki, Elvar. Bjarki fer þarna aðeins út úr beygunni og missir Elvar fram úr sér. Sem þýðir að Elvar er í öðru sæti. Svo kemur þarna Alex í 4. sæti og Elvar Örn Axelsson í 5. Axel hefur náð hana svolítið fórskoti, mjög flott hjá honum. Já, en hann er alveg brjálari fyrir hann Bjarki hérna, hann er að taka fram úr honum hérna Elvari hérna öðru. Bjarki klúðraði þarna annarri beygju aðeins, datt aðeins upp úr línunni og út úr beygjunni. Hann misti Elvar fram úr sér, en hann ætlar klárlega fram úr. Settir hérna mikil súpa hérna á leiðinu upp yfir. Mikil súpa þannig aftast. Það var eitthvað að gerast, einn út úr brautmaður og eitthvað að gerast. Það er mikil hasar í fyrsta öðrum hring sko. En færum okkur aftur yfir í forystustöðuna, mikill snjór á myndavélinni núna. Já, þarna sjáum við Elvar og Bjarki eru aðeins að nálgast Axel. Elvar heldur ennþá Bjarka Jóhanns á eftir sér. Spurning hversu lengi hann nær því. Hann er að keyra flott og verði línunum sem það vel. Já, nú snýst þetta úthald sko. Nú snýst þetta úthald. Það er hver þreyttur, hver kláraði sig í fyrstu 2 mínútunum, hver var gáður og sparaði sig. Illa tæpur þarna hann Axel maður. Já, þarna hefði hann getað klúrað þessu. Sjá hvað hann geinar á það hann upp brekkuna, hann gerir miklu hraðar en þeir upp brekkuna hann hérna Bjarki. Algjörlega. Var þetta ekki Elvar annar, sagði það ekki? Jú, Elvar er annar. Sjá þarna, sjá hvað Bjarki er að gera núna. Tekur bara fram úr honum bara. Kemur inn í það en hann var lengri leið, þannig að Elvar virðist ná halda sætinu. Upp og sí, það er séum í gömlu, séum í einhverjum afdala fjallakóa núna. Það er einhver á hliðinni maður? Það er einhver á hliðinni, þetta er Tómas Orri. Hann hefur eitthvað aðeins fatað flugið þarna upp brekkuna. Runnið á bananahýði. Já, mikið rétt. Mér sýnist að Getur hver að keyra hann í burtu?
Pétur og Krissi hafa verið að hafa eitthvað aðeins búið til einn auka vúpsa þarna. Upp á síðu þarna linsan, við skulum fara aftur á þessa vel. Það er Tómas komin á stað aftur. Mér sýnist Ásgeir, nei ekki Ásgeir. Mér sýnist Þórhallur Kristinn vera að stoppa þarna efst í beginni. Hann er komin út úr braut og hættur. Nú, já. En Bjarki Jóhanns er komin fram úr bæði Elvari og Axel. Við skulum gana að segja þessu. Vá. Hann stökk hann fram úr. Já, hann var að því bara akkurat þarna. Stökk hann fram úr Axel. Bíddu, hvað er að gera? Gult flagg upp, gult flagg upp. Já. Það er dött á sleðanum hjá Tómasi, spurning hvort Já, er þetta aftur hann, já. Það er spurning hvað er í gangi hjá hann. Spurning hvort að mótorupptektin í nótt hafi eitthvað að vera að klikka. Heldur það? Það er bara laus blöndung. Já, það er eitthvað. Þeir hafa glemt þetta spliftið í hann. Já. Það er þessi fallið dropp hjá linsunni. Já, en sýnist að vera að fara að þurrka, þannig sem skipta hérna. Bjarki virðist hafa náð að halda þessu sæti. Þarna sjáum við baráttu hans aftar. Þetta er Einar Geirs og Kristófer Logi. Þarna í smá baráttu. Einar fyrir outside á linksanum og Kristófer. Það er aðeins spil á milli. Það erum við aftur núna yfir í myndavélina. Þetta var Bjarki Jóhanns og kom við endapallinn. Fast á hæla hans. Fast á hæla hans? Já, þarna sjáum við rétt komið mynd. Það er gífurlegt baráttu annað og þriðja sætið. Við ætlum að sjá það hérna. Já, hérna. Upp brekkuna. En Bjarki er farinn. Algjörlega. Hægir stundum svolítið undarlega á honum. Það kemur svona, tekur svona stopp sko, en það kannski er bara eitthvað tilfallandi. Já, Axel virðist hafa náð að halda Elvar á eftir sér. Þannig að við glitta í eina kemurinn í úlingaflokki. Hann er á svörtum sleða, Alinstór. Gaman að fá ungmennin hérna inn til okkar. Og bjóðu þau að sjálfsögðu velkomin. Þarna er Bjarki Jóhanns í þann mund að fara að ná að hringa síðustu menn. Þarna sjáum við í raskat á síðustu mönnum. Já, hann er eitthvað að þrífa gleraugunum. Já, að þurrka gleraugunum og svona. Þetta spurningunni sé ekki líka aðeins farin að þreytast. Já. Lítið fyrir aftur sig sér að Axel og Elvar eru vel í burtu, þannig að hann er bara að slaka á bara. Algjörlega. Já, þannig að þarna er Einar á Röpp sem var að taka fram úr Bjarki Jóhanns. Hann er náttúrulega aldursfórstinn. Hann er nefnilega aldursfórstinn. Hvað er hann gamall? 49 ára. Þvílíkur maður. Það er almennilegt sko. Brennandi áhuga Einari. Já. Virkilega gaman og hann stendur á bakvið þarna Gene Machine Racing Team. Flott hjá hann. Sem er að koma sterkir inn í ötur. Gaman að fá svona sterka bakhjarla með þetta. Já. Það er alveg staðan. Þið séu kannski hérna niður brekkuna eru komin svona svokallega bremsúpsar. Hann Ásgeir sem við sjáum í mynd núna var að koma niður á hann. Já, það koma svona fyrir beiguna koma svona svokallega bremsúpsar og það getur menn geta flatt á því. Já, þeir koma náttúrulega svona stangandi á móti manni sko. Já, algjörlega og þá borða maður stýrið. Já, er það mikið lætt hérna upp í beygju hérna svo við? Já, það er Axel og Elvar að hringa einhverja. Já, þeir eru alveg óstjórnlega mikið fyrir. Já, þarna var Einar og hvað var þetta, Kristófer Logi að mér sýndist. Var eitthvað aðeins fyrir þeim. Elvar ætlar fram úr Axel, sýnist mér. Spurning hvort Axel ná ekki að halda honum fyrir aftan sig. Þarna spóla duglega yfir hann, það er rétt. Almennilegt. Sýnist nú svona á líkamsstöðinni hjá Axel að þreytan sé farin að... Já, þreytan er kannski aðeins farin að segja til sín. Já. Þriðja og síðasta hít. Maður er að flakta svolítið á þessu eins og hangikjötsneið og ristaðar í brauðsneið. Algjörlega, en þið kannski sjá að þeir eru komið í endapallinn. Það er hvítt flagg í brauð, það er síðasti hringur. Sem þýðir að, hvað er Bjarki? Hann er einhvers staðar,
Hann týndur í brautinni. Hann týndur í brautinni, er hann ekki hér? Nei, betur. Jú, gott ef ekki. Jú, hann er hann. Hann er hann. Alveg á siglingunni. Alveg á stóru siglingunni. Þetta hann er að taka þarna inn í síðustu beygju. Í síðasta híti. Hann er bara að klára hana af og einn pallur. Hann er búinn að sigra þetta mót í dag. Og orðinn Íslandsmeistari kannski? Og orðinn Íslandsmeistari. Það held ég nú. Vel gert hjá honum. Já, algjörlega. Tekur þarna duglegt overshoot. Já, gera það. Já, það var bara flatt. Össus, nei, heyrðu. Þarna er einhver á hliðinni maður. Þarna er Elvar Örn Axelsson á hliðinni. Óbóbói. Hann er eitthvað aðeins. Sá hvernig búinn á því maður. Hann kann næra honum ekki upp. Hann er ekki rétt að sleða hann við, meinti ég. Æjæjæj, elsku kallinn. Hann er alveg búinn að eitthvað En þeir týnast þarna í mark. Axel náði að halda Elvari Ella Köttler á eftir sér og kemur annar í mark og er þá búinn að ná öðru sæti í þessu móti sem þýðir að hann er þá væntanlega annar til Íslandsmeistara. Axel þá. Já, ég kom með þetta hérna. Það er þá í fyrsta Bjarki Jóhannsson, í öðru Axel Darri Þórhallsson, þriðja sæti Elvar Örn, fjórða sæti Elvar Örn Axelsson. Já, mér sýnist að hann sé ekki að fara að lenda í fjórða sæti. Hann er þarna. Nei. Hann hefur dottið á síðasta hring, elsku kallinn. Þetta er ekki alveg rétt en ég kom með nákvæmari niðurstöðu hér eftir augnablik. Já. Þetta var flott hjá þeim. Þetta var flott. Kláruðu þetta með stæl. Augljóst að þreytan er farin að segja til sín. Já. Svona örlítið. Menn voru þarna pínu blaktandi eins og fáni á fánartöng. Yes. Svona eins og við erum að búast. Hvað gerir maður á kvöldin eftir að keppt í einu svona snjókrossmóti? Á laugardegi? Já. Mér þykir líklegt að þetta duglega í það. Er þetta ekki allt bindindis íþróttamenn? Læt það eiga sig. Já, það hefur eiginlega bara alltaf að loða við þetta sport svona frá upphæfið að menn eru miklu bindindismenn. Miklu bindindismenn. Nei, það verður verðlaunafending og fagna duglega. Já. Það er bara svoleiðis. Allir með 2 metrar á hreinu og svona. Já. Það er rétt. Það er rétt. Mér þykir nú sann líklegt að menn verði nú ekki mikið virkir á morgun. Nei. Það er nú ekki fyrir á degi, fyrsta og öðrum degi eftir svona átök sem þú finnur almennilega fyrir þessu. Já. Þannig að þetta. Við erum ekki að sjá stöðuna hérna á tímatökubúnaðinum, þannig að við vitum ekki alveg nákvæmlega hvernig staðan er. Hver var í fjórða sæti? Það er ekki búið uppfarast sko, þannig að það er spurning hvort að það sé rétt eða rangt. Við skulum bara eiga það inni held ég. Við vitum allavega hver var í fyrsta og öðru sæti. Það er enda gæti verið að Elvar Örn Axelsson hafi verið síðasti maður síðasti maður sem að Bjarki Jóhanns hringaði ekki. Sem þýðir það að hann hefði bara þurft að klára þennan hring sem hann datt í áður en hann þú meinar. Kom í mark, þannig að kannski náði hann bara fjórða sætinu fyrir en streitt. Já. Og allir sem voru á eftir honum hafi verið búið að hringa. Við skellum því þá bara í loftið hérna og svo bara þetta er allt birt með fyrirvarum breytingar. Já, við getum verið Þetta er ekkert endilega alveg pottitt, þannig að no hard feelings. Nei, ég geti setið hér og krýnt Brynjar Íslandsmeistara en allt birt með fyrirvarum breytingar. Það er birt með fyrirvarum breytingar, getur sagt ykkur. En þeir eru svona að fara að hala sér niður á línu. Skulum kíkja hérna á rétt náum að kíkja á stöðuna hérna fyrir það. En hver er hérna upp frá núna að koma sér fyrir? Er þetta þarna sjáum við þarna næst okkur í myndi Bjarki Sig. Já. Svo er þetta er Baldvin þá endanlega. Það er djöfull líkir Einar og Baldvin. Já. Þetta er á endanlega Baldvin. En staðan er komin. Þetta er sem sagt birt með fyrirvara breytingar í fyrsta seti eftir daginn Bjarki Jóhannsson, í öðru seti Axel Darri Þórhallsson, í þriðja seti Elvar Örn Jóhannsson og fjórða sæti að öllu líkjundum Elvar Örn Axelsson sem er gífurlega frá framistæða. Hann náði fjórða sætinu í fyrsta heiti líka og fymta sæti í öðru hans annari helgi að keppa. Já.
Og við getum verið nokkuð viss það að hann Bjarki Jóhannsson Íslandsmeistari í snjókrossi í sportflokki. Já, algjörlega. Og sko honum til hamingju með það. Algjörlega, virkilega flottur keyrari og spurning hvort hann kom í prósporti á næsta ári. Já, það var mjög spennandi. Hver þetta? Þetta Beggi Friðbjörns. Þetta Beggi Friðbjörns, hann fór á hausinn á hann. Hann fór á hausinn á hann, sleðinni til sölu. Ætlaði að endurnýja allir í vetur eða? Mér finnst það líklegt. Já. Það alltaf gaman að fá nýjan sleða. Maður þekkir alltaf Stinna á þessum hjálm. Já. Hann eini sem hvítan hjálm og svört gleraugu og svörtum galla. Já. Algjörlega. Þannig að, en allavega þá, en hvað með þig, Valgeir? Ætlað þú ekkert að vera meira með það? Ég? Já, þetta Lífið bara. Jæja. Við skulum bara sjá til hvað gerist. Kemur að fórstokki að maður á næsta ári. Ég er klárlega hvergi hættur. Ég skal sjá þig. Þetta Baldvin Gunnarsson og Bjarki. Já. Hvort að dagsformi hjá Baldvin sé eitthvað að stríða honum. Já. Mútið náttúrulega þarf að vera í lagi, sko. Algjörlega. Þarna eru nú að þjappa eitthvað sleða þarna lengst til hægri. Verður að fara inn í þetta með réttu hugafari. Já. Það verður að setja hólsóttbúnaðinn í smellunum af stað. Smellunum af stað. Hann ekki með Beggi eitthvað að skoða hvort að sleðina Bjarka sé ekki örugglega löglegur. Nei. Ekki sleðið skoðaðar á mótana? Jú, sleðin skoðaðar á mótana. Þú þarf að vera með, sleðin þarf að vera með bremsuljós og neyðarátripar í lagi. Það er svona það eina sem hann þarf að uppfylla. Neyðarátriparinn þannig ekki að þú ert með snúru í þig? Jú, það fæst snúra í gallaðinn og ef þú dettur af þá deyr á sleðanum. Já, akkurat. Bara svona algjört öryggisatriði. Síðan þurfa allir keppendur að vera í stífum skóm með hnjáspelkur og í brynju og með hjálm. Já. Þannig að það er... Ég var að segja frá því af hverju hnjáspelkan var regla. Ertu að tala um Finn eða? Já. Það er sérst meiddið sér maður á hné í snjókrosskeppni á Ólafsfirði fyrir mörgum árum síðan. Já. Og það sem að spelkan náttúrulega gerir, hún hindrar að þú getir lent með löppina í lás, eða hnéð í lás. Og hindrar því að hnéð á þér fari í öfugu átt. Og þið getið þá ímyndað ykkur hvað gerðist þegar þessum Finn aðalbjörnsinni. Akkurat. Og það er einmitt Finnur í mótul sem að, Finnur sem á mótul, eða hluti mótul sem að styrkja okkur í dag. Já. Þannig að það er alveg ástæði fyrir þessu reglum. Þeir eru líka í TechWest brynjum. Já. Og þær gera það þannig að þær þolaða betur en aðra brynjur að fá nagla í sig til dæmis. Þannig að þeir eru neldir einhverjir hérna? Þeir eru flest allir neldir, já. Þannig að ef að þú lendir undir sleða sem neldur þá áttu síður á hættu að það ná í gegn. Og það flýtur í vatni. Svo líka alveg ótrúið hvað það er vont að fá snjóinn í bringuna á sér þegar þú ert ekki í brynju. Nákvæmlega. Maður finnur að þú ert að keyra einhvers staðar upp á heiði og það keyrir sleða undan þér og það er djöfulegt að fá snjóinn í bringuna. Þannig að þetta er alveg sama dæmið. Gífurleg þægindi líka. Já, þægindi. Minni óþægindi. Já, þannig að þannig Beggi að setja hólsóttbúnaðinn í búkan. Þjappa honum niður aftan. Og gerist það bara sjálfkrafa? Eða þarf að fara ekki grýta á eitthvað? Já, það er svona smellað hana í búkanum. Já, næs. Svo bara í fyrsta úpsa þá skýst búkin upp. Hefur eitthvað gerst þetta festið saman eða? Það held ég ekki. Nei. Allan ekki hérlendis. Nei. En já, þetta er svona helstu öryggisbúnaður. Góður hjálmur, brynja, spelkur og einhvers konar HMK skór eða álíka. Já. En þeir eru búin að kippa í gang. Það þýðir að þetta fara í stað, þetta er að fara af stað. Síðasta hít í síðustu keppni á þessu sísunni. Hver er ræsirinn? Er þetta ekki Bjarni Hauks? Já, hann tjekkar þarna, bendir á hvern og einn. Og ef það kvartar enginn, þá setur hann flaggið niður og á stað. Það er æsingur, sjáuð þetta? Það er Bjarki fyrstur, Beggi annar, Baldvin þriðji, Hákon fjórði og Einar fyrsti. Baldvin er svona að ná fram úr Begga í bauginni, þannig að það er Baldvin annar, Beggi er svona hann enda sko flattgrændaði þarna án á slöðan. Já, þetta var ekki þægilegt. Shit, þetta var ekki þægilegt örugglega. En Blue Balls Bjarki alveg orðin svolítið á undan.
sjáu því, hvað að frétta með hann svo langt. Förum aðeins aftar hérna. Bjarki bara farinn, hann Þetta baráttan fyrst og Pro Sport sem við sáum þannig aðeins í. Þannig koma Einar og Hákon yfir endarstakfallinu þeir eru annar og þriðji Pro Sport. Það er alltaf barátt í beyjónum. Já, það langt mesta aksjón í beyjónum. Þannig sjáum við Stinna prjónandi yfir Vúpsan. Alltaf gaman að lyfta skíðum. En hérna fyrsti maður. Pínu gaman að horfa á Bjarka keyra í smá stund og sjá bara hvernig hann nær að lesa brautina og það eins og að það verður honum allt að línu. Já, það allir vúpsarir og stökkpallar sem hann nær að dobla og allar beygjur vinna með honum. Baldvin hérna á leiðin niður brekkuna eftir honum. Hann þetta að keyra hratt núna. Já, og svo fast á hæl hans kemur Ívar Már. Ja, þeir eru núna fyrstir þrír. Þeir eru ekki í blandi við hinna eins og var á. Nei, algjörlega. Og svo Einar Sigurðsson virðist vera fyrstur Pro Open og Bergsveinn Ingvar annar, Hákon Birkir þriðji. Þetta var Pro Open. Þeir eru þannig halvar og eftir. Nei, þetta Pro Sport fyrirgeði. Þeir eru þannig halvar og eftir Pro Open. Stinn eitthvað leik sér að prjóna hérna? Já, það má alveg líka sko. Shit sko, svo líka bara, þú veist, það á köflum ekkert voðalega mikið skígni í brautin sko, þannig að menn eru pínu að gíska á þetta bara verið svo. Já, það alveg staðan. Þarna Bjarki, sjá hvað hann var ægilega fljótur í gegnum þessa beygju. Þetta er alveg lýgilegt sko. Það lá við að hann var komin út úr áður en hann var í henni. Sjá hvað þetta er smúð. Þetta er líka sko að keyra sleðana smúð í gegnum þetta. En það er miklu auðveldara. Það er miklu auðveldara og hann fer miklu hraðar. En það er ekki allra að ná þessu. Nei, þetta er miklu. Við sáum til þess að þarna voru svona mannsháir vúpsakablar sem að Bjarki svona fleitti kettlingar yfir. Þetta er það magna. Þetta er gífurlegur hæfileiki sem að tekur mörg ár að ná. Nú sjáum við hérna. Þarna Ívar Már, hann þriðji í Pro Open. Að reyna eftir uppi Baldvin Gunnars. Baldvin reyndar aðeins búinn að ná smá forskoti á hann. Smá forskoti á hann. Hérna, eru þessi strákar eitthvað hittast að æfa saman eða þetta bara allt í sikur lagi? Þar sem að æfingabraut, þar eru allir. Já, það þannig? Það bara svoleiðis. Já, búið að ganga vel að halda æfingar í sumar eða? Nei, í rauninni ekki. Okkur vantaði tæki og það var sett upp, við fengum afnót af svæðinu á Bílahús Akureyrar. Já, ok. Fengum að gera braut á túninu þar og vorum með ljós og náðum að keyra þar nokkrar helgar. Gífurlega frábært að fá svoleiðis aðstöðu. Síðan erum við búin að gera braut upp á Súlumýrum sem var gerð 2-3 helgar og svo erum við búin að gera okkur dagsferðir austur á land í Stafdal 2 svar. Já. Það sem að þeir meistarar þar gerðu fyrir okkur æfingabraut. Það er flott. Og aldrei neitt vandamál, þú veist, þetta er svo mikil framkvæmd náttúrulega. Þetta er ægileg framkvæmd. Þetta eru fleiri hundruð tímar og fleiri 100.000 olíu sem kostar að gera svona braut. Svo kemur íslenska veðrið og hlákudrulla og það er allt orðið. Já, algjörlega sko. eins og við lentum í með brautina á bílahúsinu, hún bara hvarf þarna eina helgina. Nú var það þannig? Það var svoleiðis. En við erum að horfa á það hér að Bjarki Sig fyrstur. Hann svona að verða kominn, Bjarki, hann nú ekkert svo langt eftir honum, Baldvin sko. Og Ívar þar á eftir, þeir eru hann á ótrúlegum keyra býsna hratt. Og nú Bjarki að hringa Kristinn. Við sjáum hann að Kristinn tekur innribein og aðeins fljótið í gegnum fyrir Bjarki. En já, akkurat. Hann doblaði Bjarki yfir hann að vúpsa og skaust fram úr honum. Líka bara hann lendir þá bara þegar hann er að taka vúpsa eða einhvers konar og lendir í lendingunni. Þú veist,
hann ekkert að hægja á sér, hann eykur hraðan í lendingunni, skilur þú? Algjörlega. Þú veist, þannig að hann að nota trakki þegar hann lendir og spýtist alveg áfram. Já, algjörlega. Og síðan líka annað að meðan að beltið þér á lofti þá ertu ekki að, þá nærið engin hröðun. Nei, nákvæmlega. Þú nærið engin hröðun nema beltið sér á jörðin, þannig að Bjarki kannski ekki að stökkva neitt á óþörfu. Nei, nákvæmlega. Þú reyna aðeins að halda ferð. Þarna sjáum við var hann ná Einari Gunnlaus og að elta upp í Ármann Örn. Sáum hann í mynd í splitsekundu. Býtum við, þarna gult flagg. Hvað að gerast þarna? Við sjáum þetta ekki. Lítum við, hver þetta sem þetta niður frá? Það góð spurning. Sleðin bara þarna niður læk einhverstaðar. Já, þetta Bergsveit Ingvar. Honum eitthvað aðeins fattast flugið aftur. Ægikallgri. Eitthvað aðeins að sleðin bara að kvenka sér og sleðin að hvolfi út í skurði. Já, bara svo pansa þarna með Ísus. Já, hann vil svona samt ná honum á réttan kjöl. En hann ekki ánægð með þetta, ég sá hann fleygja gleraugunum sínum. Já. Það er thumbs up, það er í lagi með hann. Hann hefur eitthvað fippast þarna. En þetta kemur Bjarki eftir. Á reyndar ljótuferðinni yfir þessa útsakafla. Það virðist til að hann færi bara hraðar og hraðar þar sem að keyrir fleiri hringi. Algjörlega. Hefur þetta verið haldið snjókrossi í maí? Það er góð spurning, ég man ekki eftir því. Nei, þetta er það seint sko. Þetta er mjög seint og í rauninni bara ótrúlegt að við getum haldið þetta með þetta stóri braut. Það kom okkur pínu óvart snjómagni sem var hérna á svæðinu þegar það byrjaði að skrapa saman. Já. Bjarki alltaf bara í öðrum flokki hérna núna. En það hérna smá barátta. Nei, býtum við, þetta svo kemur Baldvin þarna, já. Þetta Baldvin þarna var Einar Sigurðsson. Einar Sigurðsson virðist að vera að taka fram úr Ívari Má sem var í 3. sæti í Pro Open. Hver ætli sé í öðru, já, Hákon Birkir sennilega í öðru í Pro Sport. Hann að koma hérna í mynd niður beyguna, talsvert á eftir. Nei, þetta beggi, jæja, allavega. Einar Sig að stríða Einar Sig sem eftir til stiga í Pro Sport eitthvað að stríða strákunum í Pro Open hérna. Fann að draga á Baldvin. Samkvæmt kerfinu sko í Pro Sport Einar Sig fyrstur, Hákon Birkir annar, Ármann 3. Já. Einar Gunnlaugsson 4, Guðmundur 5, Kristinn Kjartarsson 7 og Bergsveit Orðinn 7. En þarna sjáum við Bjarka að taka fram úr Hákoni Birki. Nei, hann því ekki. Hann var stinnir fyrir honum allavega. Þetta Bjarki að reyna að hringa Hákon Birki sem annars í Pro Sport. Það var ekki mikið vandamál fyrir Mókamann. Hrikalega vel gert hjá honum. Hryllilega flott. En við skulum ekki gleyma því að hinir eru líka gífurlega hraði keyrarar. Þannig að þó að Bjarki læti líta út fyrir að þeir séu stoppa þá er þetta engin meðal menn í snjókrossakstri. Þetta búið? Hann bara að sigra þetta kallinn. Þetta búið. Það var Checkered Flag. Checkered Flag, það var hann Bjarki Sigurðsson sem þá sigurvegari hér í dag í öllum hítum og Íslandsmeistari. Jú, mikið rétt. Óskum honum til hamingju með það. Algjörlega. Svo kemur þarna yfir endamast Einar Sigurðsson sem að, ef að mér reiknast til rétt, er Íslandsmeistari í Pro Sport. Gífurlega góður árangur hjá honum. Við, hvað að gerast með þessa myndavél þarna? Þannig við. Og hver að koma þarna síðast? Þetta er Guðmundur Heiðar. Það er ég. Hver er Íslandsmeistari í Pro Sport? Það er Einar Sig. Það er Einar Sigurðsson? Já. Þeir bræður. Og sérðu, besti tími hjá Bjarka í dag, í 3. híti 50,53 ár. Já. Og besti tíminn hjá bróður hans sem var þá sigurvegari hér í dag Íslandsmeistari 51,1. Það er sko ekki sekúnd á milli þeirra. Þetta virkilega flottur akstur hjá Einari og
Mjög vel gert þeim. Og öllum. Og ég var að upplýsingur það er komin hérna upplýsingar á skjáminn, skerminn. Skermurinn. Við getum farið að setja það á hérna. Það var þetta. Staðan, niðurstaðan í Pro Sport og Pro Open í dag í Motul snjókrossinu. Pro Sport flokkur, fyrsta seti Einar Sigurðsson, öðru seti Hákon Birkir Gunnarsson fyrirgeði, þriðja seti Ármann Örn Sigursteinsson. Í Pro Open sigraði þetta algjörlega Bjarki Sigurðsson, öðru seti Baldvin Gunnarsson og þriðja seti Ívar Már Halldórsson. Við óskum þessum sigurvegurum í dag öllum kærlega til hamingju, þetta var alveg glæsilegur akstur hjá þeim. Hér á eftir síðan bara verðlauna afhending sem við fram hérna bara á snjónum og við munum væntanlega sýna ykkur frá því en ég veit ekki hvort að við verðum eitthvað að kommenta á það. Væntanlega ekki. Við skulum bara leyfa vídeóvélunum að rúlla og hérna þökkum ykkur kærlega fyrir áhorfið í dag. Þetta er bara búið að vera skemmtilegt. Algjörlega. Og hérna er einhvers konar listi. Þökkum fyrir okkur. Þökkum sponsorunum okkar og óskum öllum til hamingju með þessa keppni. Takk fyrir í dag.